Já, velkomin að Rauðaborðinu í eftirmyndaginn á föstudegi. Þá höfum við það sem við köllum vikuskamt. Þá förum við fréttir vikunnar og fáum aðstoð frá fólki, góðum hópa fólki. Og að þessu sinni eru hérna María Lilja Ingveldur Þrastardóttir Kemp. Hvað, þú ert aktivisti, blaðakona? Já, ég bara eitthvað svona að gera mitt besta. Já. Og Hermann Stefánsson, rithöfundur. Og reyna að gera þitt besta? Já. Og Estrid Þorvaldsdóttir, þú ert jógakennari, er þetta ekki líka eitthvað svona, þú ert eitthvað meira það? Þú ert leiðsögukona? Ég er búin að vera í leiðsögn og... Þú ert ekki svona eitthvað fræði? Ég fór í listfræði og svo hagnþetta menningarmiðlun, þetta svona fer nú allt einhvern veginn saman. Og leiðsögnin og jógað og menningarmiðlun, já, mér finnst að það var svona, þetta er bara ein menningarmiðlun. Þú reynir að gera þitt besta? Ég mætti samt alveg gera aðeins betur, já. Maður gerir aldrei nú, Ég hugsaði það í gær, ég mætti aðeins gera betur. Ég hefði getað staðið mig betur í vetur eins og stendur í ljóðinu. Já. Og Ingvar Þór Björnsson, útvarpsmaður? Já. Ekki? Jú, ekki. Fjölmiðlamaður er svona vanalega hérna í morgunútvarpinu. Vakna snemma í morgunútvarpinu. Já. Svona alltaf jafna en í orlofi núna, þannig að svona annar ryþmi. Hvenær vaknaru þegar þú byrjaði með útvarpsþátt? Við vöknum svona 5-leitið, já, eitthvað svoleiðis. Sem er nú bara bærilegt. Og leggurðu þá daginn? Nei, ég hef bara snöð að sofa. Það er bara hérna, það gengi ágætlega þannig. Ég er svona að vinna með að fara að sofa 5-leitið. Já. Þú ert ekki vakið en bara áður fyrir að sofa? Já, við getum komið á svona. Þú þegar þú ert búin að vaktinni, ringið? Já, þá ringi ég. Já, það var komið tími fyrir mig að fara að Við deilt einum bíl. Og þannig gerum við okkar besta. Það getur verið betri Notaðu ekki á sama tíma. En þetta er mesti efer tíminn, þannig að ef þið viljið fá samband við geimverur eða það er það á þessum tíma, milli 4 og 6. Já, er það? Já, þannig að fyrir þá sem vilja prófa það, það er bestu tenginguna þá. Ég þarf að fá sem mig kannski. Eða bara njóta. Eða bara njóta þess. Já. Ég hef verið næturvörður, ég sá nú bara eitthulega sala en ekki geimverur. Nei, akkurat, er það ekki bara það sama? Jú, það eru kannski komnar hingað til að selja eitthulega. Það getur verið. Geimverurnar. Varstu næturvörður Hótel Borg? Nei, ég var næturvörður hérna í Laugardal, í Húsdýragarðinum. Í Húsdýragarðinum? Já. Og gerst á milli til þess að hvort allir væri inn í búrunum og svona? Já, það þurfti að fara rúnt inn allt saman einu svona klukkutíma og hérna, og verið það svo fyrir sér skvætasvelli, það sem fyrir löngu var stundum einhver á þessum viðskipti sem ég held að hérna, allir hafi vitað af, lögreglan hafi vel vitað af. Í skvætasvelli? Já, þeir vildu bara ekkert gera í því. Þeir virðast svona, já. Eitthvað staðar verða vondari Já, þetta verður að eiga sér stað einhver staðar, þannig að þeir vilja kannski frekar ná höfuðperunum heldur en láta þetta allt vera, leyfa fólki að lifa. Já. Og ein leiðin er að ef maður er eitthvað þarf einhver hugbreytandi efni að fara við skautasvellið, það tók út ekki til að selja það eitthvað. Nú er það komið út í, já, nú vita hérna, árundir það. Það er mjög gamlar upplýsningar. Það er kannski kvöldur. Það var traffík í Laugardalnum í kvöld. Hörðu, þetta er vika sem að voru bara forsetakosningar og svo var að koma eldgos sem að var eiginlega stórmerkilegt. Þetta var stærsta gosið en eiginlega minnsta fréttin. Já. Það fór eiginlega fram í öllum. Ég meina, Trump var sakfelldur og það eru alls konar stóra fréttir sem er í gangi. En svo kom ein frétt í dag sem var að löggan var að spreyja piparúða á fólk sem var að mótmæla fyrir utan ríkisstjórnarfundinn sem hefur verið gert bara reglulega allt þetta ár og mest verið konur sem hafa verið að mótmæla, mikið svona mæður, maður reyna að sér það svona á blæi þessara mótmæla að það er verið að mótmæla barnamorðum og það snertir konur eitthvað neginn, það fær konur svona sem til að mótmæla. Já, hann var ekki verið spreyjað piparúða áður í Nei, það er nefnilega skrýtna sko, ég var mjög hissa þegar ég sá þetta. Já, það var mörgum mjög brauð. Ég kom þarna í morgun eftir að atburðarásin hafði átt sér stað. Með mjólk? Með mjólk. Ég var ræst út í morgun og með mjólkubát í fartaskinu
og flýttum ræðum þá hafði Þjóðleikhúsið opnað dyr sínar fyrir mótmælendum sem að Fórnarlömbum. Já, og fórnarlömbunum því að þetta var alveg hryllilegt sko og fólki leið mjög illa. Það eru myndbönd af þessu á netinu þar sem sést að það sem manni finnst svona óþarfa valdbeiting en lögreglan þeir voru fáliðaðir og kannski reiknuðu ekki með. Það voru fjölmennari mótmæli heldur en hafa verið. Þetta voru ábyggilega 200 mann sem að komið þannig í morgun. Þetta voru eiginlega mótmæli, frekar þetta svona, stundum eins og við myndum kalla þetta mótmælastaða. Þetta var eiginlega svona skref í áttina að vera mótmæli. Þetta voru stundum verið svona bara... Það var eitthvað sem lögðu sig á göttuna, á þessar litlu göttu, veitir hvað hann heitir? Skuggasund. Lögðu sig á hana og það var litið á það sem svona svakalan verknað, það var bara spreyjað. Já, það voru ráðherra bílarnir að koma inn á fund og fólk vildi svona stoppa för þeirra. Það sem hefði náttúrulega verið eðlilegast og kannski hefði afstýrt allri þessari atburðarás ef að ráðherrarnir hefði nú bara staðið upp úr bílunum og lappað restina en þau verðist ekki geta gert það. Þau geta ekki hort framan í mótmælendur og ég hef verið á ansi mörgum mótmælum þar sem að við finnum mjög sterkt fyrir því að þau snúi okkur baki. Er það tilhæfulaus ótti? Heldur að ráðherrann standi ógn af því að labba í gegnum þannig? Nei, það held ég ekki nema að það er þetta óþægilegt að vera myndur á það að maður sé að gera eitthvað vitleysu. Þannig að ég ímynda mér að það sé kannski frekar það. Maður verður náttúrulega að lifa við það ef maður er í starfi sem hefur mikil áhrif á líf fólks þá verður maður að sætta sig við að kemur einhver viðbrögð á móti. Já, alveg. Já, það kom á verulega óvart, ég held að sé alveg óvægt að segja það að maður hefur fylgst með þessum mótmælum í einhver tíma og þetta var fjölmennara núna virtist vera en það svona blasti við að það virtist ekkert vera einhver mikil harka í mótmælum allavega ekki á þeim innskeiðum sem við höfum séð í fjölmiðlum. Núna ég sá að Guðmundur Ingi hefur kallað eftir einhverju skýringum frá lögreglu hvers vegna svona fór en já, einhvern veginn maður sá þetta ekki fyrir þegar búið var til þessara mótmæla en kannski að einhverju leyti eðli málsins samkvæmt þá mun fjölga í hópi mótmælenda eftir því sem lengra líður inn í þetta. Ég hef nú ekki séð en myndskeið að þessi ekki var þannig að mótmælendur lágu bara og löggan gengur að þeim og spreyjar það við augunum liggjandi. Jú, svolítið þannig. Löggan kemur og reynir að reisa við konu og hún svona streitist á móti og vill liggja áfram og þá bara spreyjað á hana og það hefur verið að svona halva ítin í burtu og svo eitthvað sem spreyjar hana eiginlega alla leiðina sko, þannig að það er bara að tæma dunkin á hana sko. Það er rosalega mynd, ég held að hún hafi verið hjá Mogganum á MBL. Það var það sást greinilega, ég meina það voru svona 1,5-2 metrar á milli mótmælenda sem stóðu með báðar hendur á fánanum sínum og lögreglu sem að sprauta á hann sko, bara beint í augun. Og það var ekki mikil ógn að þessu manni, nú þekki hann persónulega og Gúsæ? Jú, þetta var Gúsæ. Sýndist það á myndinni? Já. Ég hugsa að hann lítur að vera bara eitthvað piparþolinn sko, því hann lappar skref sko áfram að meðan að vera að spreyja. Já, það er. En svo það er kannski gott að segja frá því hér að ef að fólk lendir í svona piparúðun, að maður á ekki að nudda, þetta er sem sagt ekki vökvi, þetta eru svona litlar duftagnir sem að fara inn í augun og maður nuddar þær þá festir maður þær. Þannig að það er best að blása eða dusta af sér og svo skóla með mjólk eða mildu sápuvatni. Hvað merkir þetta, þessi atburður? Sko... Pirringilökunni, var eitt? Já, ég veit ekki, ég held þetta sé... Ég veit ekki, en við finnum það alltaf. Nú hef ég staðið í ansi mörgum mótmælum gegnum tíðina, bæði fyrir Nú Borders og svo bara hinn ýmsu tækifæri, en þegar að lögreglu og þegar að stjórnvöldum finnst svona farið að þrengja að sér og þá finnum maður fyrir hörkunni sko. Þau viljið svona bara ryðja frá til þess að fá að vera í fríði í sínu lífi. En þetta er akkurat það sem að virkar öfugt. Nú veit ég að og núna hef ég fengið nokkra fyrirspurnir í dag frá fólki sem hefur ekki mikið verið að mæta mótmæli, sem hefur einfallega þetta vakti áhuga þeirra og þau sögðu, heyrðu, svona líður við ekki. Og vill koma næst sko. Þannig að þetta er ekki skaðamingandi fyrir lögreglu
Þetta er ekki taktískt fyrir... Þetta er ekki mjög taktískt. Nei, það virkar ekki þannig, nei. En við erum náttúrulega kannski allir þessi mótmæli sem hafa þróast alveg frá búsáhaldabyltingunni og fram og það verið mótmæli líka svona tunnu kallarnir, það hafa verið alls konar mótmælahópar. Þetta merkir kannski að við erum að verða hluti af heiminum, við erum ekki lengur litla Ísland, heldur lögregla komið með vopn í skottið en þetta er þetta daglega viðburður í Bretlandi að einhverjir leggjast og stoppi umferð til þess að mótmæla í loftslagsmálum og lögreglan grípur það inn í. Hervæðing lögreglunar sem að... Það er nú svolítið ólíkt eftir löndum hvernig lögreglan bregst við mótmæla. Já, það er lögregla lang verst í Bandaríkjunum. Já, það er hún bara barði niður náttúrulega mótmæli hippana og Occupy Wall Street, þetta var bara barið niður með valdi. Já, meðan aftur fylgismönnum Trumps tókst bara furðu vel og kom hann óvart að ekki skildi vera meiri öryggisgæsla þar þegar það var hluti af ákærunum sem var sakfelldur fyrir að hvetja til þessar innrásar sem sem varð bara og er svakalegur viðburður bara heimsögulegur og maður getur séð fyrir sig bara nú er hann sakfelldur í dag og maður hugsar já að þetta mun valda því að fylgi hans eykst. Með Trump? Já og maður hefur verið að skoða svolítið af erlendum fréttum og svona fræðimönnum sem spá borgarastyrjöld í Bandaríkjunum. Það sé bara næsta dagskrá og svo er mismunandi hverjir menn spái að sigri til að verður aldrei borgarastyrjöld eins og fyrri borgarastyrjöldi sem markast að norðri og suðri heldur þetta borgirnar með strandlengjunni og svo er þetta sveitirnar stóru og það eru einhverjur svona eitthvað vóg fólk sem vill þessa borgarastyrjöld og segir nú munum við aldeilis taka á þeim en það fer bara eftir því með hverjum herinn berst í borgarastyrjöld, hvernig hún fer og einhver friðarsinni í New York sem hefur enga herþjálfun, hann á engan sjans gagnvart einhverjum þrautþjálfuðum hermönnum sem má svona giska á að fari fremur republikana megin þó að kannski ríkis eða svona héraðslögreglan að sé meiri vafi með það og það er þegar komið upp svona landamæra deilur Texas vill ráða eigin landamærum en þetta er staðið yfir svolítið lengi en Hvíta húsið vill líka ráða landamærum Texas. Þannig að það eru svona fullt af litlum vísbendingum að það muni brjótast út borgarastyrjöld í Bandaríkjunum. Alveg sama hvernig kosningarnar fara. Þetta er farið að rata inn í svona öryggismat. Það var vitnað í það, ég man ekki hvað það sá heitir sem hefur gefið út svona öryggismat fyrir heiminn áratugum saman, mikið virtur. Og nú er þetta orðið efst. Það sem ógnar mest heimsfriðunum er stjórnmálalegur óstöðuleiki í Bandaríkjunum. Já, einmitt. Miklu meiri hætta þessu heldur nokkuð öðru. Putin og... Já, svo er náttúrulega, eins fálátt að að þá er Joe Biden maður sem hefur lýst yfir miklum stuðningi við Ísrael í tíðina. Það lýst því einhver tímann að Ísrael væri besta fjárfesting sem Bandaríkjamenn hefðu gert á ferli sínum. Já, ef Ísrael var ekki til þá þurftum við að finna það upp. Var það ekki hann sem sagði það? Já, ég hef ekki heyrt það. Það hefði getað lent einhvers staðar annars staðar, hefði getað lent í Kína eins og Japanir vildu í seinni heimsstyrjöldinni og þetta er fjárfestingin er náttúrulega vegna þess að það er staðsetningin í Miðausturlandi. Og síðan er hættan á innrás í Írak, hún er eiginlega meiri ef Joe Biden verður kosinn. Það er nú þegar þannig að ef þú komið til Írak þá mátt ekki fara til Bandaríkjanna og þeir eru búin að lofa að hefna fyrir aðgerðir Írana en Trump kannski það eina góða hans stefnusgrá er að hann vill ekki skipta sér innanríkismálum í fjarlægum löndum.
Nema Palestínu. Hann flutti sendiráðið til Jerúsalem og gerði Hann ýmislegt. gerði það, já, en hann vill ekki fara í stríð, eða það var svona allavega á fyrstu stefnuskrá hans. Við förum eiginlega frá Gaza og mótmælum yfir í Trump og hættu á styrjöldum í heiminum. Og það svolítið raunveruleiki sem við lifum í. Hvernig hugsið það að við séum nær kjarnorkustyrjöld heldur hefur nokkuð tímann áður verið? Ég held að það sé bara mat allra. Já. Ég finnst áhugavert að fylgjast með forsetakosningunum til liðsjónar við kosningarnar og kosningaumfjöllin í Bretlandi núna. Það sem við sjáum íhaldsmenn reyna að fæla fólk frá því að kjósa verkamannaflokkinn og öfugt. Og tónnin hefur verið þannig í nokkrum blöðum sem íhaldsmenn halda utanum að nú séu Bretar að velja sér leiðtoga inn í 3. heimsstyrjöldina. Og þeir ættu ekki að asnast til þess að láta það vera einhvern mann úr verkamannaflokknum. Þetta náttúrulega hræðslu áróður að einhverju leyti en ég held að fólk hugsi margt einhvern veginn svona að heimur sé að versna. Þetta einmitt það sem svona fasísk og íhaldsöfl nota gegn almenningi. Það að búa til þessa ofbúrslega, það að búa til þennan óvinn, þennan ímynda óvinn, þennan hræða fólk til hlýðni við sig. Þannig að ég get ekki sagt að ég hafi miklar áhyggjur af kjarnorkustyrjöld. En ég hef... Bandaríkjamenn voru að samþykkja það mætti nota vopnið þeirra til þess að skjóta á skotmörk innan Rússlands. Já, einmitt. Því verður svarað. Þannig að öllu líkindum erum við með stríðin í Úkraínu sem bara í svona... Já, einmitt og þá ég kom með áhyggjur af kjarnorkustyrjöld. Er það sem þú vildir? Ég var að spyrja. Og förum öll heim í kvíðakast. Já. Nei, og ég var þetta tengist fórstakosningunum hér, til dæmis í málflutningi Ásþórs og sömuleyti hjá Katrínu, þar sem hún svolítið að tala eitthvað eins og hún sé kannski leiðtogi fyrir okkur inn í 3. heimsstyrjöldina. Það svona viss tónn. Já. Það ekki? Jú. Já, hún gerir það. Ég hef einhvern veginn skotið á það hún myndi ganga lengra í þá átt að minna á reynslu sína á alþjóðasviðinu. Mér hefur ekki finnst hún fara fullum krafti inn í það, kannski einhver leyti eins og Davíð Oddsson gerði í einhverjum auglýsingum sem hann birti í sinni herferð. Ég einhvern veginn bjóst þegar hann færi lengra. Það virkaði ekki fyrir hann og kannski metur Katrína þannig að þetta hjálpi henni ekkert endilega að vera einhvern veginn í því að allt sé að fara allir fjandar í heiminu. Eða svona að grugga upp sinni fortíð sem nú bara, fyrir 3 mánuðum í stjórnmálum. Þau eru ólíki karakterar, segjum að við sem lendi ykkur hallari þá til að svolítið sikk og tegundin. Davíð var seðlabankastjóri þegar hrunið var og hann muni ekki eftir því hann hringdi í Pútín, fekk lán hjá honum, muni ekki eftir því. Jú, það. Því hann var svo reiður af því ykkur vildi ekki lána honum og svo fórum menn eitthvað efast að Rússar myndu vilja þetta og það var sendinefnd til Moskvu, svo fjaraði þetta bara út. Muni ekki eftir þessu? Jú, og svo var hinn fræga yfirlýsingum við borgum ekki skuldir óreiðumanna. Sem gaf tónin eiginlega í uppgjör hrunsins. Eða sérstaklega kannski með svona IceSave og þau mál. Þetta væri annara sök. Það var ennþá möguleiki á því að þjóðin myndi segja, heyrðu, við fórum eitthvað, við hefðum átt að standa okkur betur í vetur. En þarna með þessum tón þá kom það Já, það færði, þetta svona svolítið eins og orðið kolefnisfótspor sem margir umhverfissinnar hafa dálat á, en það var olíufyrirtæki, það var British Petroleum sem fann upp og gerði hugtaki vinsælt af því að þá finnst öllum eins og... Þú bjóð til reiknivélina hennar. Já. Það sem þú getur reiknað út þitt eigið spór. Flýgur bara og borgar bara fyrir einhver plant í skógjaveina. Þetta þér að kenna, þetta ekki olíufélögum sem múta stjórnmálamönnum að kenna, en þetta olíufélögum að kenna. Í rauninni bara sleppti að flokka rusl, það hefur ekkert að segja. Það er sökinn yfir almenning. Hvað segir þið? Ég heyrði setningu áðan það sem að segja að kapitalismin að finna lausnir á því til þess að eyða matarsóun almennings. Mér finnst það ótrúlega fyndin setning. Ég held að það væri kapitalismin sem hefur búið í sóuna.
Já, og aukið hana stöðugt og með sívaxandi plastumbúðum. Það Estrid, við skautum hérna, þegar svo heyri bara, og tilbaka. Já, ég gamla þessu. Ég er svo mikið áhuga öllu að bara hugsa hvað þetta stökku inn. Sko, ég er náttúrulega almennur borgari, ég kem ekki úr pólitík og kem ekki úr fjölmiðlum og svo leiðis. Ertu ekki elita? Ertu ekki elita? Ég er elita einhverju leyti en ég veit alveg hvað fátækt er sko, því að ég hef valið vinnustaði út frá hugsjón sem gert mér fátæka. Ég hef unnið á inn á geðdeild og leikskólum og elska það starf og ég horfi á allt sem er að gerast bara út frá uppbyldislegu sjónarmiði og það sem að ég tel vera mjög ábótavant er það að mjög mikilvægt að við horfum á okkur sér, nú erum við með litla eyju sem við getum haft þokkalega stjórn á og það hafa aldrei verið stríð hér, það hefur verið og það sem ég sé í þessu er það að skortur á menntun og skortur á upplýsingum vegna þess að voru hlusta á gær viðtal sem að var frá 1990 sem Þorvaldur Friðriksson sem var reyndar faðir minn, fréttamaður tekur viðtal við Yasser Arafat og Yasser Arafat segir þá 1990, hann segir þá að það er verið að rústa háskólanum okkar, spítulunum okkar, öllu og við erum ekki að gera neitt á móti. Þetta er bara friðsamlegt. Þannig að það sem að ég sakna, það sem ég finna vantar ef ég horfi á, ég horfi bara á þetta allt eins og ég var að horfa á leikskóla. Mér finnst þetta alltaf að vera sandkassa, hvernig getum við að horfa á það svona. Og ef við myndum virkilega horfa tilbaka aftur í söguna þá er upprunalega þannig að þeir eru að biðja frið, þeir eru að fá að ráðast ekki tilbaka, svo er þetta bara búið að þróast upp í eitthvað klikk. Þannig að það sem að minnst alltaf skortur og það sem er sorglegt að við erum íslensku lögreglu sem að nú segi ég bara með fullri virðingu, það vantar eitthvað upp á einhverja menntun, við þyrftum kannski að fá einhverja almenna sögukennslu inn á milli. Það er fínt að vera með Íslendingasögur, ég er alltaf múið gagnrýna Íslendingasögur. En við þurfum líka svolítið að skilja eins og ég segi við unglinga, ég segi hvað ætlar að kjósa? Viltu kjósa að þú sést með dýrari rafmagnsreikning úr Dómstór eða aðeins minna dýrari rafmagnsreikning? Að við setjum þetta upp í einhver svona almennt einfalt, ef þú getur svona, þá er mjög líklegt að kannski bara 3 eiga þetta svæði í sjónum. Þannig að mér finnst þetta vera, og það sem er mjög mikilvægt líka, ég hef rosalega mikla trú á Íslendingum og mér finnst þeir rosalega opaslega miklir listamenn inn í sér og efnilegt fólk og þess vegna finnst mér stundum sorglegt að það fer svona mikið til hliðar að vantar, við þurfum að virkja okkur sem hópa, það er svona ég hef með alls konar pælingar í þessu og líka mín hugsun er að ég er almennur borgari, ég er áhorfandi, ég er en eins og ég var að segja áðan, mér finnst ég kannski ekki taka nóg mikla ábyrgð með að tjá mig ekki því að við þurfum fleiri sjónarhorn og við þurfum og þetta það er bara samræða með sjónarhorn og almennt. Það er það sem að, og með þess að Vigdís Finnbogadóttir segir þetta í viðtali við Katrínu Jakobs, áður hún fer í pólitík, þegar Katrín Jakobs ég veit ekki hvað það var, bara eldgamalt viðtal og þá segir hún, það er eitt sem ég teki eftir að Íslendingar er ekki góður í, það er að þeir get ekki rætt hlutina, þeir halda alltaf að sé árás. En við þurfum fá umræðu völlin, við þurfum að gera, og þarna kemur svíin í mér, að ég horfi mikið til Svíþjóðar og ég veit að það er ekki fullkomið allt þar núna, ég horfi mikið til Norðurlanda og mér finnst mjög sorglegt að það sé ekki verið að taka meiri Norðurlendið fyrirmyndar eins og með menntamál frá Finnlandi, þú veist, þannig að ég stend þarna, en ég reyni alltaf eins og ég geta að horfa með nýju sjónarhorni á þetta. En hvernig gerir maður þetta? Maður verður náttúrulega að tjá sig, maður er að segja álit sitt og skoðanir til þess að byggja samfélag. Það farið mjög mikla þerapíu til þess að þóra því, já. En það er ekki þannig að við getum sett þetta inn í lögguskólan sögukennslu eða hvað? Nei, ég er að meina að þeir hafa örugglega sem voru löggunni verið einhvern tímann á leikskóla og ef við verum góða, sterka, öfluga leikskóla í Svíþjóð verður að gera rannsóknir af því að komi ljós og börn kunni ekki lengur að leika sér. Börn er erfitt með að leika sér og það er að því að þau eru í tækjum og foreldrar þeirra eru í tækjum og þau kunni ekki hugmyndaflugir að breytast og þannig að það er verið að innleiða að við lærum gegnum leik og það er með stór ráðgáta af hverju er talað svona furðulega eins og leikskólastarf, það er þarna sem þú ert að leggja línutna, þetta er framtíð, ég meina að við vitum þetta öll og ég hugsa, ég sagt þetta hjá
þú veist, ef við hugsaum 7 kynslóðir fram á við, akkur leggjum við ekki í línurnar, við vitum alveg einhver krakki sem snar í leikskóla, við vitum alveg í hvað stefnir ef við pössum ekki krakkan. Það bara frekar augljóst og ég meina með fullri virðingu fyrir öllum störfum en ef þú ferði í starf þar sem að það ekki búið að vera mikil menntun, þá mjög auðvelt að segja við, heyrðu, þessi fáviti og hann á móti þessum og þú skalt bara ráðast á hann. Þú veist, það bara, við erum öll mismunandi, við erum í mismunandi störfum, en það líka því meira sem að við fáum fjölbreytta menntun, því auðveldra eigum við með að setja okkur bara, Akkur þetta gerast? Akkur verið að ráðast á móti þessu? Hvort þetta meina formlega menntun, eitthvað svona pensum í leikskóla og grunnskóla, eða ertu bara að tala bara kúltúrur í samfélaginu sem til dæmis þannig að Íslendingar ekki sérlega góður í debatti, að þeir líta á ef ég hafna þessum skoðunum að þá tekur það sem persónulega höfnun. Árás, akkurat. Það tvennt inn í þessu. Það eitt sem heitir, ég var að vinna á Landsbyrna og sagt, ef þú mátt ráða, viltu vera professional eða personal? Ef ég persónleg og alltaf að segja frá sjálfur mér í vinnunni, þá mjög líklegt að ég ekki að standa með vinnunni. Ef ég professional, þá ég að gera bara það sem það að gera og einhver segir, heyrðu, þú varst ekki að gera það sem þú þurft að gera, þá það professional, fagleg ábending og þá þakka ég fyrir það. Þetta náttúrulega Íslendingar ekki ennþá komnir með að mörguleiti. Það bara svolítið þannig ennþá og allt í góðu með það. Við erum bara einhvern veginn að læra það. Það er náttúrulega með kennsludæmi þetta núna síðustu svona 10 daga í umræðu Katrínu Jakobsdóttur. Akkurat, eins og til dæmis þetta. Þannig ef fólk gagnrýnir hana professional, að þá koma fylgjendur hennar og taka þessi persónal. Auður Jónsdóttir hefur aðeins fengið að finna fyrir því. Já, bara verið að skúra gólfið með henni. Það verið að líka henni við svakalega veika manneskju í þessum þáttum á Netflix, Baby Reindeer. Og það var hún Steinunn Ólína sem fikk það. Já, hún fekk það að því hún var gagnrýna og það rosalega alvarlegt vegna þess að þetta maður sem að skrifa, alveg stórkostlegur maður sem að skrifa alveg hræðileg áföll. Það bara hræðilegt að mjög margir veikir sem koma að þessu og það sé ekki hægt að taka svona, þetta fagleg gagnrýni, þetta ekki persónuárás. Það allir búin að segja að Katrín klár og flott og sæt. Það að segja það eiginlega allir. Illu Jökulsson segir hann góð stúlka og allt þetta en því miður þetta skipti, nei, atkvæði fyrir ekki þangað. Ég hef ekki heyrt neitt segja neitt ljótt. Það sé ljótt og löðilegt. Nei, mjög svona astni, Nei, þá kom það. Þá færð þú sálfræði greiningu á þig bara mjög fljótlega. Allt í lagi, en það þetta sem svo, nú hef ég verið svolítið mikið á Ítalíu, þannig að það svolítið mikil andstæðan þar og mér alveg brjálaðislega hressandi að heyra hvernig það bara má rífast í faglegu umhverfi og þar ég verið nálagt útvarpi sem búið til 1974 af, hann heitir Panel og það svona sósíal útvarp, svolítið svipað þetta, kannastu við það? Nei. Það heitir Radio Radicale sem svona þar sem fólk byrjar að tjá sig og hann svona og þetta ennþá mjög aktíft útvarp í Róm og þeir að miðla öllum fréttaflutning og öllu sem hægt að fá að vita og ég dáist svo að því fólk bara alveg svona leggur allt á borðið og það alveg svona hakkri og svo það bara rólegt, þú veist og og við getum þetta alveg pottþétt, við þurfum bara eitthvað að það sem gerðist náttúrulega á 20. öld með menntun var að hún var að kennarastarfi var kvennastétt og með því lækkuðu launin og þetta var láglaunastétt. Akkurat. Síðan hefur menntakerfinu rakað. Akkurat. Ja, og samræður á maður að læra einhvers staðar í bara gagnfræðiskóla og barnaskóla og frá upphafi. En það maður ánáttúrulega að læra bara við kvöldunarborðið heima þessu. Því það alveg sama ef það ekki í gangi, ef bara allir í símanum og þá skiptir ég lengur máli þótt að þetta sé ykkur 2 tímar á viku í skólanum. Það bara beinlínis lýðræðinu stafar hætta af samfélagsmiðlum og netinu. Við erum bara það ágætur heilaskurðlæknir sem með kenningar það að vinstra heilahvelið sé að taka yfir og sambandi sé að rofna þannig að rökhugsunin talar ekki við tilfinningarnar og einhver segir gírafíll og í staðinn
fólk fer að velta sér upp úr því, hvað gírafíll, það getur ekki verið, hvað þýðir það? Það er ekki til sem heitir gírafíll, en hægra heilakvíll, já, gírafíll, svona samblanda af gíraf á fíl, ég skil. Mér hefur fundist líka einmitt að vera mjög aumt á Íslandi með þetta, ég meina, ég veit eins og til dæmis í Frakklandi og það voru til dæmis skólar þar sem að ég það nú kannski svolítið ykti hinnáttuna bara svona litið niður á krakkar sem eru og mikið í símanum, það er bara svona neikvætt tákn, sko, að þú ert bara flottari manneskja og getur verið sem barn. Danir hafa verið góður í þessu, svo eru náttúrulega sjá góða fréttir frá Hollandi þar sem eru heilu kaffhús og mátt bara ekki koma inn með þín eigin síma og allt þetta. En á Íslandi er þannig að þú ert flottur krakki ef þú ert með nýjustu útgáfuna. Já, og það er bara rosalega vandræðilegt. Það sé bara með nýjustu útgáfuna hverju sem er. Ég veit ekki, ég er ekki alveg sammála þess að með símanútgáfuna, sko. Þú veist, ég úling og hún notar síma sinn mikið. Það er ekki mikið regla á því á okkar heimili, en hún finnur það fljótlega sjálf hvenær hún er komið nóg. Þannig að það er bara eitthvað sem er lært líka. Þannig að þú veist, og svo vitum við ekkert 100%, ég meina það er einhverja kenningar að það sé að verða eitthvað rof á milli heilakveila en við vitum ekkert það, kannski eru þau bara að verða sterkari hvora sínum eigin, hvernig sem það verður. Það koma alltaf fleiri og fleiri kenningar að netnotkun sé, eða samfélagsmiðlar séu skaði samræðinu og skaði lýðræði. Það sem er skaðlegt náttúrulega við samfélagsmiðlana er til dæmis hvernig stjórnvöld og lögreglu og yfirvöld eru farin að nota samskiptamiðlana til þess að njústum fólk. Og fyrirtæki ekki. Og einmitt, og þú veist, en svo eru þetta, það er til margt annað á internetinu heldur en svona samskiptamiðlar. Jú, einmitt. En samtalið, eru við að tala um það að það sé að hörna? Það er annað sem gerist að við erum að koma út úr tímabili þar sem að var svolítið svona fókus á einstaklishyggju í stjórnmálunum að þá eiginlega datta út að við værum komið saman til þess að ræðum það hvernig framtíð við ættum að stefna og værum svolítið að diskutera það. Þetta var hugmyndið svo að framtíðin kæmi bara með einhverjum tækninýjungum og einhverjum svona breytingu sem að við höfum raunverulega ekkert vald yfir en við munum njóta þess. Þannig að það er svona frekar svona veiku tímabili lítið félagslegu galdur, ekki mikil trú á það. Svo er það samfélagsmiðlarnir og svo er náttúrulega eitthvað við íslenska kultúru. Við erum ekki með þessa ríku hefð eins og er til dæmis í Frakklandi eða Ítalíu sem þú ert að vísa til, það sem er rík hefð fyrir svona debatt. Debatt sem getur, þú veist, einhver slegið fram fáránlega er í fullyrðingu og það er hluti af einhverjum leik sem heldur síðan áfram og að hugsa er alhæfa, sko. Það getur gengið upp sem aðferð við að tala saman og hugsa. Og svo er slaufunarkúltúrin sem að líka dregur úr debatti. Það sem að debattið er eiginlega það ég get bara ekki sittið við sama borð og hann. Nei, ég eyði þessum Facebook-vini því að hann er á einhver annari skoðun en ég eitthvað sko. Ég eitti reyndar einhverjum sem setti hakakrossin í prófílmynd í gær. En svona, þú veist, fyrir utan það þá, ég er búin að vera ansi hugsi yfir með þessu með þennan cancel-kultúr, að það er svolítið heppilegt fyrir vond stjórnvöld að fólkið sé alltaf ráðast á hvort annað innbyrðis í staðin fyrir að átta sig kannski á því að þetta sé í rauninni stjórnvöldum að kenna og beina orkunni í rétta átt eða, já, þannig að Ég held eins og með bara eins og MeToo, hún er borið bara beinan árangur sem er hægt að sjá á breytingu á lögum og dómum sem eru kveðnir upp. Það er bara önnur aðferðafræði og þetta er nálgast öðruvísi og það er miklu fleiri sektardómar en voru fyrir. Já, en það er þetta er eins og pendúll, sko. Það er þú veist, þegar öfgarnir eru öðru megin, það sem eru fáir dómar og konum eða fólki þykir brotið á sér, þá fer það alveg lengst í hina áttina og svo einhvern veginn, þú veist, endar hann í miðunni. Það er svona... Já, eða þú veist, eða kannski er þetta bara staðreyndin og það er svona mikið af svakalegum nauðgunum og þess vegna eru íslenskir dómstólar að kveða upp. Þess að kannski er þetta bara komið á réttan stað en ef bara ráast og það er bara... Ingvar,
þú vinnur við það að halda upp í samtali. Það sjóið, það. Þú þarf að veiða fólk sem gott í samtali. Akkurat. Það var debatt. Stundum ekki mér erfiðlega að fá debatt. Ég nenni ekki að hitta hann eitthvað. Nei, ég held að séum Hefur lent í þessu að það bara ekki hægt að ná ólíkum sjónarmiðum saman af því að þau sjá ekki tilgangun í því að það vera að ræða við ólík sjónarmið. Ég held að sé alveg rétt sem sagt að það er lilla svona hefð fyrir debattinu nema kannski á æsta stíg og við sjáum það með forsetakosningarnar að sko frambjóðundir hafa ekki verið að kvarta mikið undan umfjöllun. Arnar Þór náttúrulega ræður þessa myndbirtingu þarna á Vísi en fyrst og fremst þetta stuðningsfólk sem að skjóta á hvort annað stundum á góðan máta og stundum á slæma máta. En það sko frekar mín upplifun að debatti sé mitt oftast stjórnmálamanna á milli sem eru vön að mæta í eitthvað debatt. Það er ekki upplýsandi. Það samtali er ekki upplýsandi. Það heyrir, maður hlusta okkur 2 mannesku gagga hvora vara og maður engu nær hvað málið er. Nei, það er bara mjög oft þannig. Og líka þegar það koma einhverjir fulltrúar hagsmuna samtaka og þá er kannski líka ekkert markmið þeirra að reyna að mæta sig einhvers þar í miðjunni og finna einhverja lausnir en það má ekki bjóða svo við fólki sko, sem vinnur við að reka tiltekna hagsmuni. Það er óhæft í debatt sko. Það er mjög erfitt í debatt en maður hefur líka lent í því að maður skipur einhverju debatt sko, milli einhverju 2 einstaklinga sem spjalla síðan saman í klukkutíma eftir þátt og þá heyrir maður að það eru allt nótum en spjallaði út og sko. En já, ég held við séum oft svolítið átaka fælin og átaka sækin, er það ekki kenningin? Ég sko, maður koma með svona innlegg inn í þetta. Ég var í 5 ár á Ádurskóladeild sem var óbáslega mikill lærdómur og ég fekk fara rosalega mikið af flottum svona fyrirlesturum. Þar var meðal annars geðlæknir sem sérhæfði sig í persónuleikaröskun. Hann heitir Brian Lask, skrifa bók sem heitir Who is Who in the Brain og hann sagði að sko ef að við viljum fá þessi velliðunar boðefni, sem sagt fá þessi boðefni sem láta okkur slaka á sem manneskjur, það er að þegar við getum sittið saman við borð og spjallað og það segir hann small talk, sem sagt tjatt, ekki átök, sem sagt tjatt, sem sagt mér finnst þessi leikari góður, já nei, mér finnst ekki, það segir það sé mjög hollt, það sé okkur boðefni sem framleiðast. Það líka að spila saman og tjatta svona, þessu er skemmtilegt, tala leikar eitthvað svona, að það sé mjög hollt, að það er þar sem við þjálfumst. Og hvað var að þriðja? Jú, það var að rata, sem sagt, að því þá ertu í ákveðnu hlutleysi og þú ert samt að þjálfa þessa vöðva. Og það er þetta sem ég tók eftir því ég var þar og séða líka, það er að við erum, og ég skilða mjög vel því að nú er ég líka leiðsögukona og þarf ofta að útskýra af hverju það er ekki mikil matamenning, heldur bara, takk fyrir bless, og það er ekki til bon appétit, það er bara ég ætti þetta, borða þetta, opna þetta, borða þetta og segja svo takk fyrir, ég liði þetta af, sem sagt, fyrir mér er takk fyrir mig, ég liði þetta af, þetta skiptir ekki máli hvað gott eða ekki, þannig að eðlilega ef að við í alvörunni staðsitjum og það eitt sem langar svolítið mikið að koma fram hér að því svo heppin að fá kominga er að við erum land sem er með jökla og það er svolítið öðru heldur en að vera land sem er með eplatré í grunninn eða land sem að gæti verið með appelsínutré út í garði. Þannig að við erum í grunninn með eitthvað annað og mér finnst það alltaf svo sárt þegar að við erum með bráðnandi jökla, við erum loftræstikerfi alheimsins og það er mjög mikið öðrum löndum sem líta upp til Íslands og bara þeir eru svo heppin, þeir eru með loftræstikerfið og við erum hér með ekkert vatn. Við erum náttúrulega bara forréttinda þjóð. Og við getum og ég ætla aldrei hægt að segja þetta, við getum kveikt á krana, látið renna, svo getum við slögt og það er sko 1 vika eins og Sartinu er 50.000 krónur íslenskar ef þú fer aðeins meira í sturtu, aðeins meira en 5 mínútur, 3 í viku. Þetta er, ég held við gerum okkur ekki grein fyrir og þetta finnst mér líka ábótavant hvað varðar menntun, sem sagt, nú er ekki að segja læra af Excel. Ég segi við litlu börnin, nú viljum við ekki að jörðin gráti, þú veist, ég er bara heila þvæðið með þetta. En allavega, það er akkurat, við erum með, og eitt sem er líka vitað, við erum með annað ljósakerfi, þannig að við erum með aðra serotonín framleiðslu, þannig að við erum eðlilega miklu meiri, nú ætlum ég að fá að segja með fullri virðingu fyrir þeim sem er, þú veist, meira svona einhverfuhegðun. Þú veist, við getum ekki, ef að þú ert á móti mér, ég bara meika þig ekki. Þú veist, það er meira þannig. Ég myndi þóla það kannski í hitabeltinu en ég bara meika þig ekki. Já, ég meika ekki. Ef við erum búin að vera í sólbað í klukkutíma, þá skal ég tala við þig. En þegar þú kemur þessu skoðun, þá ég bara nenni ekki að hlusta á það.
Og ég segi þetta sjálf, þegar ég kom ykkur, mér finnst ég bara verða alveg svo allir hinnir. Mér finnst ég vera svo opinn þegar ég var á Ítali, svo bara, ég er bara orðin eins og allir. Þú tekur eftir því það svolítið heitt í stúdíunni þetta, það er þessu. Já, velgert. Hvað hérna þessi kall sem þetta veikni hérna fyrst? Sem ég talaði í áðan. Þetta með að við ættum að tala saman. Já, hann heitir Brian Lask og skrifar bók sem heitir Who is Who in the Brain og hann skrifar heilan eins og það sé leikhús. Martin Luther, hann sagði einhvern tímann, hann náttúrulega sagði ótrúlega margt, það var alltaf með 4 skrifar í kringu sig og það var allt sem hann sagði var sendt út, þannig að hans verk eru bara eins og eru í okkur og það er allir Facebook-status og allt saman. Hann sagði einhvern tímann sko, djöfullin kemst ekki að manni sem er með gott vín í glasi, góðan mat í maga og góða sögu á vörunum. Akkurat. Það er bara, ef maður er þannig og er í einhverju góðu, þægilegu umhverfi, þá kemst ekkert illt að manni. Akkurat. Það er bara þannig og Ég held að kaþólsku kirkjan sé aðeins ósammála þessu. Þeir eru ekki ánægðir með þessar kenningar. Herðu, en sko, mér er svolítið gaman að tala hvernig Íslendingar tala saman af því að raunverulega erum við að tala forsetakosningarnar. Því að það var náttúrulega svona margt sem hefur gengið á þar það hverju kannski veikleikar í því hvernig við komum okkur saman eitthvað eða getur rætt eitthvað. Mér er svolítið óljós sko hvað er verið að kjósa, það er verið að kjósa einhverjum svona persónur en það er oft sem eru sko einhver issue í gangi. Það er eitt sem var í Stöð 2 í gær, þá var hún Halla Hrönd sem er orkumálastjóri og þið þekkið það, hún hefur sagt að það sé regluverkið sett upp þannig á Íslandi að það muni leiða til þess að Landsvirkjun verði einkavætt. Það er bara innbyggt inn í kerfið og þetta vita held ég allir. Þetta er orkustefna Evrópusambandsins sem leiðir til sko markaðsvæðingar og síðan einkavæðingar raforkukerfisins. Þannig hún að segja það að næstu 10 árum mun þetta mál koma á dagskrá. Það er bara innbyggt inn í kerfið og það er líka innbyggt inn í kerfið að Landsvirkjun dregur úr afli sínu til þess að rýma fyrir alla nýju virkjanina sem engengarnir og fleiri eru að setja í gang. Ég er svona aðeins að bæta í það en hún að segja þessa sögu. Og hún hefur sagt þetta og mér fyrst skildi þetta ekki alveg að þetta er svona óljóst og núna er hún byrjað að segja nú er ég byrjað að tala skýrara þess vegna er ég aðeins akka aftur í fylgi og ég held að snúist þetta. Þannig hún er búin að segja þetta og þetta er búin að koma fram svona fyrir svona 5 dögum. Samt var það þegar sem var á Stöð 2 í gær að þá var hún spyr Heimir þetta og hún er svona valla byrjuð að útskýra þetta. Þá segir hann, ég meina það er ekkert á dagskrá ríkisstjórnar að fara að selja Landsvirkjun, akkur þetta að tala þetta. Ég meina það er engin flokkur sem er með þetta á stefnuskrá, akkur þetta að tala þetta. Og ég fór að velta henni að vita hvað, hún er orkumálastjóri og maður veitir svona gefið henni svona smá séns á að hún hefði ekki bara dottið í hug á strætó og leiðinni heim eða eitthvað. Hún veit alltaf meira þetta heldur en Heimir og veit meira þetta heldur en Katrín og veit meira þetta allir hann inni. Þá er fáin ekki bara að segja þetta. Það eru alltaf láta eins og allir sem er að fara að segja eitthvað séu nú ykkur, þú ert nú bara að rastni sko. Það er svona demonisering annars fólks sko. Til hvers? Til hvers að því að það er svo þægilegt að geta verið góður sjálf. Ég vil reyna góður náungi og það er með við hvað þessi þarna er mikið fíbri að bara bæn fari segja eins og hún er eins og við þekkjum efstur í Tossabekk. Hvað segir ég? Við erum efstur í Tossabekk, allir er fíbl. Já, eða bæn fari segja hans þakkaði fyrir góði guð að ég er ekki eins og allir aðrir eins og til dæmis þessi tollheimtumaður og hórkarl þarna sem er meðan tollheimtumaðurinn og hórkarlinn er í alvöru auðmjúkur að fyrirgefðu guð að ég sé ekki betri en ég er. Það geta óskað sjálfum sér til hamingju og allir aðrir þeir eru elíta náttúrulega, það hefur orðið svona orð, þetta er orð sem enginn virðist vita hvað merkir í einhver umræðu og það hefur borðið hátt í og þetta merkir bara kúkalabbi eins og Íslendingar nota það. Já, svolítið. En þetta merkir í raun og veru, þetta er komið úr ensku elít frá frönsku það sem er elís sem þýðir hinn kjörni eða svo sem valinn. Og þannig er þetta komið úr latínu, það sem hefur sambærilega merkingu, sá sem hefur verið valinn og þá er meiri lýðræðistrú, við erum í lýðræðisþreytu ástandi, held ég núna, þá er meiri lýðræðistrú og menn hafa trú á því að sá sem er kjörinn eða valinn til embættis eða eitthvað slíkt, það sé allt af fólkinu, það sé alltaf rétt, fólki velji alltaf rétt og það komi alltaf
kosningar séu alltaf velja alltaf hæfasta fólkið, meritokrasía, en þessar fórstaðumræður, ég svona í augnablikinu sem að skila auðu. Ég mun örugglega skipta skoðun eftir 5 mínútur og svo aftur á morgun, en það, ef maður skoðar bara stjórnarskrána, ég gríp hana með, ég hef hana alltaf með mér, stjórnarskrána, svona ef ég skildi ef ég skildi verða var við stjórnarskrárbrot einhvers staðar, þá myndi ég framleitt borgaralega handtöku, sko. En þú veist... það draumurinn? Nei. En elíta náttúrulega orð þessara kosningabaráttu. Það svona síðustu viku. Já, þetta líka orð Vox-flokksins á Spáni, þetta orð allra popúlískra flokka í Evrópu. Þetta líka orð Trump, hann að berjast móti elítunni og menn svona kasta þessu milli sín, já, en þú ert moldríkur kall sem ert að borga fyrir að þakka niður í klámmyndileikunni og hann á hásuna réttir hann skítuga eplið eitthvað annað, sko, það alltaf einhverju aðrir, það aldrei maður sjálfur sem ég elítan, sko, þannig að þú getur bara sameinast það, ég get orðið sameiningar tákn bara þjóðarinn, það getur bara allir hata mig og ég fórna mér bara fúslega í það, einhvers konar elíta, ég persónulega, já. Okay. Það var mjög sko fín umræða auðmagn fyrir svona rúmu ári einhvers og leiðis þegar fórum að tala meira félagslegt auðmagn og allt þetta og náttúrulega góð umræða þetta í Bretlandi á sama tíma sem spurt var svona hvort að við værum raunverulega að fá skáldsögur sem varpa einhverju sko ljósi á líf venjulegs fólks eða hvort þetta sé einhvern veginn alltaf komið frá sömu einstaklingunum og þetta er góða punktur sem kemur varandi sko hvernig þetta elítu hugtak er sko upp að upprunnin og hvernig það er notað því að það er notað svo víða núna einhvern veginn á niðrandi máta og oftast af einhverjum með annars konar auðmagn. Þetta kemur fram víða. Elítan gagnrýnir elítuna og ég held að fólk sem stendur þar utan finnst það bara hálfleiðilegt, sko. Þetta kemur víða inn í þessari kosningabaráttu, meðal annars í gagnrýni á Katrínu Jakobsdóttur, sem að ríkisstjórn hennar er náttúrulega talandi þessar kenningar, er náttúrulega samtenging menntaelítunnar og mennta og félagslegt auðmagns og peningalegs auðmagns. Af hverju mennta og félagslegs? Það er bara, þú veist, hennar kreðs. Það er bara 107. Skúli Thoroddsen eða? Nei, það er bara hennar sem að báru hana til valda, þeir sem að vera að vinna með henni, þeir sem að það er bara VG og næstu slóður. Já, hvað var fylgið mikið? Þetta er vel náttúrulega bara lítill flokkur og hverfur. Hann var á þessu tíma, þegar ríkisstjórnin er mynduð, þá voru með 17% fylgi. Það er rosalega lítið. Það er bara klassískt fylgi Alþýðubandalagsins sem að hafði sko þetta var gæslumaður mennta og menningar auðmagsins fyrir hluta á miðja síðustu öld og þá var það meira og minna vinstra megin, hægrið átti bara Tómas og Jó, nokkra aðra sem klöfu sig frá þau þurfti alltaf að vera vitni Hannes Hafstein og Tómas Guðmundsson gátu aldrei vitnað í fleiri, maður vorkenndi alltaf Davíð sko, því að meðan að vinstri menni gátu bara vitnað í heilt bókasafn. Já, samt er ekkert Þetta er þannig í smá einföldunum. Þetta tengdist henni út af þessu held ég, að það hennar ríkisstjórn er ríkisstjórn þar sem að sko mennta og menninga auðmagnið og peningaauðmagnið saminast. Þetta má líka sjá til dæmis í málflutningi, þú nefndir Steinunni Ólínu, hún segir alltaf þeir sem að eiga og ráða og þetta þýðir þá, þetta er auðvaldið og elítan. Þannig að þetta er bara hugtök og Trump er með þetta eða ég veit ekki hvað hann færi þessar greiningar og nýja hægrið er með þessar greiningar að við erum ekki bara, þeir vil ekki fást við auðvaldið, en þeir vilja fást við elítuna sem stjórnar því og tekur ákvarðanir það að heimurinn er öðruvísi heldur en við viljum hafa. Almenningur lifir í heimi sem að vill ekki og þróun samfélagsins er önnur en vill og sósíalistar segja þetta er auðvaldið, við búum við alræði auðvaldsins, þessum erum að fara ángað. Hægrið segir að nei, þetta er líka elítan sem er að fara með okkur allt annað. Elítan þjónar auðvaldinu. Já, ég meina að það eru oljufyrirtæki, það eru oljufyrirtæki sem, manni getur verið refsað fyrir alls konar skoðanir úr öllum áttum, sko, fyrir að kjósa hvert sem er og einsann hátt, sko. Þess vegna finnst mér að minnst það ekki svona tilviljun að þetta
elítan verði svona hluti af kosningabartunni, því að Það mætti vera bara svona svolítið víðari, það svo margar tegundir af elítu, það eins og þú nefnir þarna tvær helstu, sko. Auðmagselítan, sagt, sem kannski það eru olíufyrirtæki í Bandaríkjunum sem bara kaupa sér stjórnmálamenn og eiga þá bara og hindra nokkrar breytingar í loftslagsmálum og síðan er svona menningar elita og það getur bara verið Auður Jóns var með þetta var fín grein hjá henni því að maður skrifuð svona af kærleika einhvern veginn. Já, mjög. Já, hún Auður náttúrulega bara hárbeittur samfélagsrýnir og penni. Já. Þetta er besta sem við gert í blaðamennsku þessari öld. Ég er bara nokkuð samanlega, sko. Þetta var bara virkilega svona spot on greining. Já, svona kærleiksrík líka. Það var ekkert ljótt í henni. Nei, þetta var einmitt. Þetta var bara svona, þú veist, vinur við annan vin. Já, það eru vinkonur með þessu, þannig að ekki lengur. Þetta er framhaldssaga. Það er svo umræðu höfðin og þessi móðgunagirni fólks fyrir hönd annara. Maður fór einmitt að spá, þetta var svona grein sem kveikir í manni og maður mallar í manni svona. Maður fór að spá í elítu hugtaki út frá því og hvernig þetta er náttúrulega allt komið frá kenningum Pierre Bourdieu og sumum vígstæðum vantar einhvern veginn stéttahugtakið, það er bara búið að taka það út úr myndinni á sumum sviðum eins og það verið tekið út úr á Íslandi verið tekið út úr jafnréttisumræðunni meðan aftur og í Bandaríkjunum það komið aftur á fullt inn í feminisman og ég hef aldrei séð svakalega skammir til feminista heldur en frá svörtum feministum og síðan svona svörtum sem heldur sér bara mjög hollt. Já, ég held að það líka eitthvað lítið að gera þér sko og mátti heyra svona í kringum kvenna verkvallið einmitt vilja til þess að draga sko stéttir og uppruna og fleira inn í kvennabarátuna. Já, einmitt. Þetta hafi verið svolítið fjærverandi. En elítan, er þetta hugtak sem að er hægt að nota í greiningu á samfélaginu? Skiptir það máli eða er þetta bara eins og þú ert að segja að þetta er bara svona ein leið til þess að segja að þú setur skítalappi? Rassi Prump segist vera elíta. Hans grein er náttúrulega mjög klassísk og elítan notar bara sömu aðferð og auðvaldið sko. Með því að númer 1 við erum ekki til, það er ekki til neitt sem heitir elíta og númer 2 ef það er til elíta þá erum við öll elíta. Þetta er auðvaldið notar þetta líka, það er auðvaldið ekki til. En ef það er til eitthvað svona auðvald, það er ekki öllu, áttu ekki íbúð og dreifir því út allt. Afleiðir þessi til að dreifir því út allt. Ég ætla að spyrja ykkur, er elítan eitthvað sem er bara raunverulegt í samfélaginu, sem við verðum bara horfast í augu við og ef skilgreinin ekki er nógu góð, þá verður bara skilgreinin betur. Ég veið einn punktinn inn í þetta. Ég var að tala eins og með norskan ferðamann og hann spurði mig vi har oljefonden, här är det aluminiumfonden og þá voru sagt norðmenn þessir með þá hugmynd og ég hef verið í svona skandinavskum skóla þar sem var stúlka sem handleggsbrotnaði svo eftir stuttan tíma þá fekk hún bara sendt tölvu frá norska ríkinu af því hún gat ekki notað þar hendina og hún sagði, já, ég vil fá hún svona í skólanum og og ég var spurð hvort að við varum með eitthvað sem heitir aluminiumfond og ég hugsaði, vá, þetta er alveg frábært sko, ég skynja þetta, hvað sem þetta heitir, elíta eða eitthvað, að það er einhver hópur sem er ekki að dreifa jafnt. Ef það væri þannig að það væri einhver hópur sem, það kemur einhver olíu eða alumín, ég er ekki mikið fyrir alumínum almennt, en ef það væri til einhver sjóður sem að gæti verið styrktarsjóður fyrir skóla, fyrir íþróttir, krakka, þar, veit ég hvað 5 leikabólir kosta? Það er bara það er bara meira heldur en allt inn í þessu stúdíói líku við, það er ógeðslega dýrt en allavega það er svona sko, ef það er þannig að það er verið að dreifa þessu að þá myndi þetta vera allt öðru þá myndi við samþykja já, þetta fiskeldi, já, það dreifist á þetta bæjarfélag þannig að það er það sem við erum kannski að kalla það er þessi hóp, ég upplifði þetta alltaf sem bændur og sjómenn og það er bara ennþá vistarband það hefur aldrei neitt gerst, það hefur aldrei klift á vistarbandi. Þú ert að tala um auðvaldið sem að næra að ná til sín allri auðlindarendunni
skilur ekkert út í samfélagið, auðlindarentan í álinu sem eiginlega bara rentan af orkun okkar. Akkurat. Það endar bara eitthvað, veit ekki hvað það endar. Þannig að fyrir mér ég sé ekki elitan. Elitan það ekki, erum við ekki að tala hérna við erum að tala sko fjárhagslegt og menningarlegt auðmagn sem að erfist meðal annars. Og við erum að tala að það verða til kynslóðir af fólki með ákveðna forgjöf í samfélaginu sem að virðist einhvern veginn alltaf að vera svona skurhærra. Það hefur alltaf verið, nú ertu dóttir hennar, þá bara opnar það gátt. Já, það eins og Pierre Paul Key skrifar Frakkland líka. Þetta, ég held að það bjargar líf okkar. Við erum Íslendingabók sem alveg stórkostlegt fyrirbæri og við höfum aldrei borðað góða mat. Það var aldrei út í góða matur á Íslandi. Og þegar það önnur lönd, þau spyrir alltaf, vá, hvað borðaðu í gær? Hvað fékkstu? Ég bara, ég vil bara vita hver var í veislunni og hverra mannaður. Ég held að þetta sé eitthvað sem hefur haldið lífi í fólki að vita hverra mannaður er og þó það sé vitlaust feður eða ekki. Að þetta er bara hluti af einhverju menningu sem við láta okkur lifa af. Hvað áttu að tala annað? Þannig ég held að það sé ekkert slæmt. Ég meina, ég held að þetta sé ekkert endilega málið. Það er ekki beint það, við erum að tala forgjöfuna, þú veist, við erum að tala Ég held að þetta sé alveg lykilpunkturinn, að hvað erfist. Ég rætti við Sigrún Ólafsdóttur, prófessor í félagsfræði. Syndindar erfast. Syndindar erfast og fjármagnið og auðmagnið, sama hvers konar auðmagn það er, að flestu leyti. En ég rætti við Sigrún Ólafsdóttur, prófessor í félagsfræði sem bent á það út frá einhverjum tölum, þá hvergi nema í Króatíu kann fólk verð að meta það að einhver sé komin að peningum nema hér á landi. Og ég held að þetta eigi við alls konar auðmagn, en það munur á, þetta er góð spurning, því að munur á auðvaldi og elítu og ég veit ekki hvort það getur speglað þetta elítu hugtak, við erum að ræða Katrínu Jakobsdóttur til að mynda sem fær svolítið þennan stimpil einhvern veginn út frá þeim sem segist alltaf kjósana að miklu leyti, hún er mjög fær stjórnmálakona full af reynslu sem kemst langt á sínum forsendum og þannig að ég held að sé ég held að sé flókið einhvern veginn að spegla þetta hugtak alltaf á og ég held að sé einhver leyti ofnóta líka eins og við talaðum að benda þennan og þú ert elitan og þú ert elitan og þú ert elitan. Er ég elita? Þú? Já. Ég veit ekki. Ég veit ekki heldur. Ég upplöði þetta bara svona svo klíku í Hagaskóla. Þetta er vinsælukrakkaklíka. Þetta er vinsælukrakkaklíka. Ég veist að stjórnmálin eru keyrð áfram á svona vinsælukrakkaklíku borðum. Já, og ég sé þetta líka nema Píratarnir, það eru svona nördaborðið. Já. Síðan er náttúrulega lágstéttinnar erfast líka og í Evrópu eða bara Frakklandi eða hvað sem er að þá getur verið fastur í lágstétt bara kynslóð eftir kynslóð en það má bæta við það sem hún sagði fiskeldi og Noreg að í Noregi er það lög að þegar fiskeldistöðu borgar sig upp þá eignast samfélagið hana. Akkurat. Það er ekki lögum hér Og ég það landsum að vera í leikskóla í Svíþjóð. Ég man mjög mikið bara eftir öllu lífinu og ég man sérstaklega hvað það var ofslega gott að vera í leikskóla í Svíþjóð. Við lærðum mjög mikið, víkinga og við lærðum að fólk væri ólíkt og ég veit að Svíþjóð er búið að breytast mjög mikið til hægri núna en svona, það er að nefna mínar svona uppáhaldskonur sem er til dæmis Astrid Lindgren og hún fræðir börnunum það að við erum ólík og þetta með ólík réttindi og þannig að þar er ekkert þú veist, eins og Steinunn Ólafs sagði eins og í viðtalinu, hún sagði það besta sem kom fyrir mig að ég var nobody í Bandaríkjunum í 13 ár og tökum allt þetta lið og setjum þau bara í einhver þorp einhver staðar út í Evrópu eða Ameríku. Hver pluma sig? Hver lifir af? Hver og taka vinsælduklíkuna í skólanum og setja bara einn og einn þannig að sér. Þú veist, þannig að þetta er svona, ég setja bara svona svo félagsmiðstöð eða svona sandkassa og þetta er það sem ég var með því að gera, ég var að vinna í leikskóla að segja, við leikum öll saman hér í þessum skóla, þá erum við að æfa okkur að leika saman og ef þessum ekki vera með, þá breytum við leik, þá skiptum leik. Ég hefði viljað sjá í staðin fyrir alla þessa hún má vera með, ég vil ekki útrýma henni, Ég vil að sjá
Við fáum við stjórnmálafræðinga og RÚV og þeir segja alveg rosalega augljósa hluti. Það eins og þeir segja bara ég gerir ráð fyrir því að kappaðu þátturinn í Kastljósi í kvöld muni hafa mikil áhrif á úrslit kosninga. Thank you, Captain Obvious. Og ég held að fylgi hennar mun annarkvort aukast eða minnka eða standa í stað. Þeir segja þetta oft. En það er þetta með elituna einmitt og bara þetta fólk sem virðist hafa einhvern veginn greiðari aðgang að fjölmiðlum og virðist hafa greiðari aðgang að bara samtalinu í samfélaginu að einhvern veginn þá fær pöpullin ekki að tjá sig og þá erum við aftur komin að langstærsti hluti samfélagsins útilokað frá nokkrum áhrifum á samfélag sem það er nefnilega og þá sjáum við og við sjáum þetta mjög vel í kommentakerfunum við sjáum hvernig fólk, það getur verið alveg óbúslega ljótt og það er einfaldlega vegna þess að það kann ekki að tjá sig það kann ekki að halda upp í bara, þú veist, eðlilegu samtali og skoðanaskiptum og þess að fara í, þú veist, vaða áfram með eitthvað svona skítum náungan, ekki það, þú veist, ég kallaði Katrínu Jakobsdóttur asna hérna áðan og við skal alveg gera það eftir en ég hef mínar ástæði fyrir því já, þannig ég held að enginn of góður til að vera kallaður asni, sagði Halldór Laxness einhvern tíma En eitt í sambandi við að því að Elítur og Katrínu stuðningsfólk hennar lýsir henni að hún farsalegasti stjórnmálamaður síðari tíma og það virðist vera mælikvarðinn á því að hún náði að verða forsætisráðherra og hún hélt saman ríkisstjórn. Þeir sem ekki fylgjandi Katrínu hlusta á þetta og byrja að segja en ég minna hún eyðilega flokki sín á leiðinni og sjáðu allt fólki sem bara hraktist í burtu og hverju hefur náð fram að ganga, segir fólkið á móti. Þannig að það er einhvern veginn þannig að sko vinsælu krakkaklíkan sem hún setur við bara að meta sko svona karríjar árangur hvers og eins og meðan að fólki kannski í salnum að segja býtu má maður bara fórna öllu bara fyrir eigin karríjar og vera svo forseti náð fram ýmsu þetta er gamall draumur þessara tveggja flokka og forverða þeirra að vinna saman þá er alltaf dreymt þetta og sem var þetta loksins vissra arma innan flokksins já, sjálfstæðismenn vildu alltaf prófa að vinna með Alþýðubandalaginu. Hvernig væri það? Alþýðubandalaginu sko, Katrín Jakobsdóttir hefur á sínum ferli henni tókst til dæmis að búa til glænýja stétt fátaks húsnæðislaus flóttafólks það gerist hún gerði það vissulega ekki ein en þetta er eitthvað sem ég geti til dæmis ekki fyrirgefið svo það með hennar fólk og fylgisfólk og hana sjálfa núna eru þau farin að svona, svo ég sletti enn og eftir svona búið til newspeak í kringum dvalarleyfishafana sem að voru sóttir til Gaza og nú stendur það mál mér ansi nærri þar sem að ég ein af þeim konum sem að fórum út. Hún nú eiginlega svo gott sem eignar sér þann árangur í dag. Nefnilega, ég búin að eiga svolítið erfitt og þú veist, og ég get eiginlega bara ekki sett það á mér varðandi það að þetta er alveg svívirðulegur dónaskapur og núna síðast var það Mummi, félagsmálaráðherrann okkar sem að tók í sama streng og þau eru farin að gjörsamlega eigna sér þetta og þau eru farin að réttlæta viðskiptasamband við Ísrael út frá þessum forsendum að þau hafi hjálpað öllum dvalarleyfishöfunum til Íslands með... Sendu þeir ekki einhverja eftir að þið fóruð þá voru einhverju sendir út, einhverju fulltrúar? Jú, það voru sendir fulltrúar mánuði eftir að við vorum búinnar að vera í Egyptalandi að vinna að þessu. Þetta var ótrúlega flott hjá okkur. Já, takk fyrir. Ég er mjög stolt af þessu og bara virkilega ánægð. Við erum að tala um að þetta er verkefni sem að stóði yfir í 4 mánuði og það kostaði 90 milljónir og fyrir okkur sem að fyrir fé landsmanna og við erum að tala um að þú veist meðal gjafaféð var í kringum 2.500 krónur til 5.000 krónur þannig að þetta eru ansi margir sem koma þarna saman og gefa og það eru þetta, ég meina svo það voru þetta stærri gjafir svona hingað og þangað en hinn almenni borgari var að gefa þetta sem segir okkur það að þetta er fátækt fólk, millistætt fólk sem er að taka þátt þessu
og svo Þetta er afrek sem að svona gatan vann. Þetta er svolítið það, já. En stjórnmálamenn eigna sér, það er eiginlega... Og ég var, sko, ég fór að yða í sætunni, ég var svakalega reið, að þegar að hlusta á þau eigna sér með þessum hætti. Ég veit fyrir víst að það hefur ekkert með stjórnmálasamband við Ísrael að þetta fólk komst yfir landamærin. Ég veit það vel. Að því að ég stóð í því að koma þeim eftir öðrum leiðum í gegnum stjórnvöld í Egyptalandi. Þannig að sem almennu borgari. Mér kannski svona, mér finnst Katrín hafa aflað sér mikillar reynslu, hún er mjög hæf sem forseti en síðan er aftur spurning hvort og mér veist ekki, þú gagnrýnir bara málefnilega og það er gott að blessa það, en mér veist kannski þegar fólk er að tala eins og hún hafi ráðist inn á Gaza og það fór alveg fram hjá mér og hún hafi gert það, hún gerði það ekki en þetta er svolítið svarið sem að kemur að sko, ég bara er ósáttur, ég get ekki kosið hana vegna þess hvernig hún stóð sig í Gaza og þá kemur ykkur og segir, hvað ertu að segja að hún hafi ráðist inn í Gaza? Þetta er svolítið, svona er umræðina þegar við erum að tala umræðina. En ég get alveg sagt þér að með aðgerðaleysi sínu þá lýsir hún yfir ákveðnum stuðningi við það sem að framfer inn á Gaza og það er fyrst núna sem að hún er eitthvað aðeins að breyta til. Það er bara í alþjóðalögum, sko, ef það er þjóðamorð í gangi og þú stendur hjá á þess að gera allt sem þú getur til þess að stöðva það, þá er þú samsekur. Já, ég meina og mannréttindadómstóllinn er búin að lýsa þessu sem þjóðamorð. Þannig ef að við sem Íslendingar sem þjóð og íslensk stjórnvöld gerir ekki allt sem þau geta til þess að stöðva þetta, þá erum við samsekur. Það er ekkert hægt að gera til að stöðva þetta. Jú, það er nefnilega, það eru viðskiptaþvinganir og það eru það palestínsk fólk frá Palestínu biður það sérstaklega að þessar viðskiptaþvinganir fari fram og þá er svo gremjulegt þegar stjórnmálamenn á Íslandi reyna að halda því fram að það sé ekki hægt að sækja dvalarleyfis eða þú veist, einhvern veginn nota dvalarleyfishafa sem voru fastir inn á Rafa til þess að réttlæta það að vera í stjórnmálasambandi við þessa morðóðu þjóð Ísrael og það bara gengur ekki upp. Talandi umræðu hefð, þá Gaza er náttúrulega svakrænt mál og ég held að sko langflestir upplifið það einhvern veginn að þetta er eitthvað sem maður verður bara sem einstaklingur á jörðinni að taka afstöðu til með einhverjum. Það reyndar svona, mér hefði svolítið litið fram hjá þjóðamálið stóði yfir í Guatemala yfir í áratugir. Það er yfirstandandi í Súdan og Kongó og samt sem áður er Gaza þannig. Þetta er fókusinn. Þetta standa okkur nær út af tengslum Bandaríkjanna við Ísrael og það er að gráðlega að Bandaríkinn styðja svo mikið. Gaza hefur þessi áhrif og við sjáum að hafa mikil áhrif á stjórnmál í Bandaríkjunum, hefur mikil áhrif á hér heima og víða. Nú eru tjaldbúðir stúdenta út allan heim og sumleiti lítur bara út eins og við séum að koma með svona nýja kynslóð sko eins og ég var í Víetnamstríðinu og þetta er risasmál og svo fyrir utan þá er þetta mál sem er með sambandi við svona stuðning vesturveldana og þetta er bara mjög nær okkur. Samt er það þannig að þetta mál er valla inn í umræðunni í forsetakosningunum nema undir yfirvarpi Eurovision sem að því að verðum að tala svona umræðu hefðir og til það spurningi sem var í forystusætinu sem snérið að Gaza. Hefði þú gert það sama og Guðni T.H. gerði að mæta á samstöðufundum Palestínu í Háskóla Bíó á sama tíma og hera fulltrú okkar var að syngja suður. Þetta var spurningin Gaza. Já, einmitt. Ég fór átti samtali við Guðna eftir að við komum heim frá Egyptalandi. Og það sem við rættum með annars þetta, hann bauð okkur og langaði svolítið að heyra hvað við hefðum að segja og hvað okkur finnst að forseti ætti að gera. Við vorum auðvitað bara mjög skýrar hvað það varðar en hann var kannski ekki alveg sammála okkur. Honum fannst hann meira þurfa að gæta hlutleysis og hann gæti ekki með góðu móti tekið opinbera afstöðu með það móti en hann gæti kannski sýnt það í verki með einhverjum hætti og ég held að hann hafi bara gert nokkuð vel í því, ég meina hann bauð Heru í heimsókn, hann bauð dvalarleyfishöfunum í heimsókn og hann fór á samstöðutónleika með Palestínu. Hann er eini ráðamaðurinn sem að talaði eiginlega við þá sem að voru með tjaldbúðunar eða eitthvað sem var hægt að túlka sem slíkt. Ráðherrarnir vildi ekki tala við sem er mjög sérstætt. Er það þín tilfinning að hann hefði talað eins að vera í endurkjöri?
Já, góð spurning. Já, Guðni virðist vera svolítið samkvæmur sjálfur sér. Við erum að sjá á bak forseta sem hefur talað fyrir breytingum og stjórnarskrá forsetaembættið og ég held og hann hefur frekar skýrar hugmyndir það og greindarlegar finnst mér að þetta stjórnarskrá lýsingin við erum ekki að kjósa neitt, við erum að kjósa embætti sem hefur rosalega völdi eða hefur ekki völdi, við erum að kjósa embætti sem einstaklingur á að móta sjálfur. Myndum við kjósa til þings ef flokkarnir ætla bara að móta sitt eigið þing og sitt eigið kerfi eða svoleiðis og ef einhver einræðisherra og það ég er að smá sitta inn í lög og það líka í stjórnarskránni að hann má bara slíta stjórn ef hann langar til þess og þetta stendur alltaf, hann má þetta og eftir 30 ár þegar við fáum alvöru fasista í forsetaframboð þá getur hann gert allt vitlaust með öllum heimildum. En mér finnst þetta svolítið spurning, sko, að því að sömuleyti þá, maður sér það alveg að Guðni frjálsari eftir að hann ákvaða að bjóða sig ekki fram. Og hann gerði með, ég man það ekki, það var að vera að veita okkur verðlaun þarna, það sem hann eiginlega talaði Eurovision og Ríkisútvarpið. Það var að tala það að það hefði verið breytt dagskrá í Ríkisútvarpinu 1958, það var, held ég að verið þegar það var fært út í 12 mílur og þá var bara breytt dagskráni. Þannig að maður, þú veist, allt öll menningarstarfsemi hún í samhengi. Það fáránlegt að láta eins og það sé ekkert samhengi í hlutana, sko. Og mér fannst það ágætt hjá honum. Já, sem útvarpsstjóri gerði náttúrulega var að firra sig ábyrgð á eigin starfi. Og Guðni gerði þetta því að það var bein útsetting í Ríkisútvarpinu. Hann líklega ekki fyrir að segja þetta bara út í bæ. Þannig hann notaði svona. En ég veit ekki, kannski hefði hann gert þetta hvað sem Þetta gasa ástand bara eitthvað sem maður ofboðslega hræddur við og Það hafi verið fínar umræði í vikunum það að Norðurlöndin einhvern veginn stíi fast inn í þetta saman og nýti sína rödd. Ég held að þessar þjóðir séu oft smeykar við það að taka einhverja afstöðu og krefjast einhvers. Já, eða taka frumkvæði. Ég held að jafnvel þótt að þessar þjóðir taki frumkvæði gegn einhverjum stjórnvöldum í Ísrael núna, þá held ég að það sé ekkert verið að brenna einhverja brú til eilíðar. Ég meina, við sjáum Ísraela sjálfa einhverja mótmæla Benjamin Netanyahu og því sem í gangi þarna núna. Þannig að ég held að með því að fara fram á viðskiptaþinganir og fleira, þá ertu ekki að lýsa yfir endilega einhverja anstöðu við alla þjóðina eða þú veist, það að fara mjög fínar leiðir og nýta röddina og tala á sterkan máta. Það bara lífsnauðsynlegt, sko. Bara algjörlega nauðsynlegt að þjóðirnar geri eitthvað. Það þarf að gera eitthvað. Það lítur allt út fyrir það núna. Það sýnist mér að Halla Tómasdóttir verði næsti forsetinn. Hún svona, hvað að segja, það Akkur vissu það? Ég meina hún tekið fórstu í kostningabaráttu í skoðanakönnunum. Hún valkostur á móti Katrínu. Hvað segir ég? Já. Hún valkostur á móti Katrínu. Þetta auðvitað alveg magnað stökk sem að hún Halla tekur þarna á bara hvað vika, 2 þar sem hún fer bara úr því að vera á botninum og í toppbaráttunni. Og Halla Hrund fer niður eftir því. Já. En það hafa haldist svolítið, já. Það voru að koma nýjar kannanir sem síðasta könnun sem verður birt. Það þjóðarpúls Gallup. Það ber að hafa í huga að þetta tekið eins og Gallup gerir alltaf fyrir heila viku. Þannig að sem svolítið erfitt. Þannig að þetta eldri könnun heldur en bæði Maskína og Plúsin og endurspeglar sumuleyti stöðuna eins og var kannski helgina. Og þar Katrín með 25,6, Halla Tómasar með 23,9, Halla Hrund með 19, Baldur með 14, Jón með 8,4 og Arnar Þór með 6,2 og svo aðri með minna. Svo sem hefur talað, svo að frambjóðandum sem hefur talað svona hvassast við fulltrúa innræðisríkja Jón Gnarr. Hann bara sem borgarstjóri segir bara rússneskum yfirvöldum til syndana. Hann komin niður í 8,4%. Þannig hann eiginlega á leiðinni út. Það
eitthvað í málflutningi Jóns Gnarr, nú þykir mér margt til hans koma og hef velt honum fyrir mér sem kosti og frambjóta. Það er þetta hvernig þessi hernaðarhyggja og þessi hvernig hann talar NATO og hvernig hann talar vopnvæðinguna til Úkraínu. Hann vill einmitt og þetta er bara eitthvað sem að Friðarsinni eins og ég bara get ekki. Við þurfum ekki að blanda okkur neitt frekar í stríð og það er hægt að segja frá því að Katrín hún í sínu embætti þá hækkað hún framlög til NATO 1% vergrar landsframleiðslu á ári í 2%. Nei, það er ekki komið hér sko. Jú, það var gerður samningur. Já, við Íslendingar erum undanþegnir þessu. Hafa verið það? Nei, það er samningur sem skrifaður var undir þarna við Mike Pence á sínum tíma. Það er 2019. Við erum langt undir þessu núna, sko. En það hefur verið að hækka. Stefnan það hefur verið að hækka og maður sér það að sko, þeim léttum pingjuna svolítið í þessu. Það er eins og þessi búin að veita loforðið erlendis og svo hendaðu hann 300 milljónir hér og það er alltaf meira. Það er nefnilega, það er þessi samningur sem var gerður. Það var bara Katrín og Jón af þessum frambjóðendum sem að styðja það að Íslendingar sendi vopn á vígvöllin. Öll hinn neituðu því, Arnar Þór, Halla Hrund, Halla Tómasar og Baldur. Öll segja þau að við erum vopnlaus þjóð og eigum ekki að senda vopn á vígvöllin. Þau tvö, Katrín og Jón, voru á því. Þau vilja drepa Rússa. Það er bara þannig. Já. Sko ég held við hugsum bara svona smá eins og Platón sagði bara vald spillir og langt vald og situr lengi þá náttúrulega bara gjörspillist og í hámál stendur ljúfur verður leiður lengi situr. Og ég meina það er kannski það líka að Katrín Jakobs ofsalega greind og velgerð manneskja er bara komin á þann stað að hún er ljúfur orðin leiður og ég get alveg trúa því að það er margt gott sem hún hefur gert ýmislegt, það hefði kannski farið allt öðru sem hún hefði ekki verið. Þannig að ég held að það sé svona mikilvægt í þessu og það sem er svo flott, það sem fagna í svo þessari stöðu er að við verðum að fá völl fyrir fleiri, að séu fleiri og líka sko það sem er svo auðvelt, það er að benda á hina, benda á þennan og þennan en að hver og eitt sé líka svolítið mikið að taka ábyrgð á sér. Mér finnst það líka svona vera eitthvað atriði í þessu. Og nú stúlur mér hvað punkt ég ætlaði að koma með þessu umræðu. Að það kemur bara, Má ég aðeins því að við erum þessu könnun að Katrín mælist með 25,6 en hún var með 27 fyrir viku. Þannig að hennar fylgi er að draga saman ef eitthvað er. Halla Tómasar er núna með hvað er Halla Tómasar? 23. Hún var með 17 en er núna með 23,9. Það er eiginlega 7% upp. Já. Sem að, þú veist, þetta er síðasta könnun fyrir kjördag. Þannig að hennar lína er svona í laginu, sko. Já. Þannig að það styður kannski þína kenningu. Já, það lína Katrínar er svona frekar á leiðinni niður. En svo fer þetta eftir hverju skila sér á kjörstað. Halla Hrund var með 19 og er með 19. Mér langar að skjóta inn aðeins Viktor Traustason. Já. Hann hefur skemmtilegastur frambjóðandi. Langskemmtilegastur og ég vona innilega og vildi óska að það yrði eitthvað meira úr öllu því sem hann er segja, mest hann koma inn talandi geimverur eins og settu bara ofan úr geimnum sem fræðmaður sem er að fræða okkur kjarnamálsins. Með stjórnarskrána. Með stjórnarskrána og það er svo dásamlegt og ég hugsa alltaf út frá hvernig myndi ég útskýra þetta fyrir unglingum. Myndi ég segja, já, mér finnst ekki eðlilegt ef við erum í partíu og það eru þetta margir stólar og það er bara 3 sem fá að velja þessa stóla. Hann útskýrir þetta og ég mæli með því að hlusta á þess að mest með hann vegna þess að hann bara svona slær út það sem er að spyrja hana því að hann bara kemur með þetta. Það sem gerðist með danska kónginn en gerðist ekki með íslenska forsetann, þetta er rosalega einkennilegt embætti. Danir færðu senjunarvaldið frá konginum, þar sem það var, yfir til minnihluta þingsins. Það veldur minnkar meirihlutaræði á þinginu, veldur meiri málefnalegum samræðum, en þess að minnihluti á íslensku þinginu hefur engin vopn nema málþóf.
Hann ræður aldrei neinu, það er aldrei þeim, meirihlutinn svarar ekkert, hann bara leyfir þeim að tala, sko, og síðan... Ég held ég ráði hvað er í matinn, ég held að það sé... Hvað segir ég? Ég held ég ráði hvað er í matinn. Nei, ég veit ekki, en það verið sætt, sko. En ég held að ráði því ekki eins og sko. Nei, þeir nota alls konar aðferðir, Oddný Harðardóttir fer alltaf leið og býr til bara alvöru frumvarp, og það sem er svar við þessu frumvarpi og leggur það bara fram og hún veit væntanlega vel að því verður hafnað vegna það meirhlutaræðið er algjört, en ef meirhluti ætti alltaf hverju sinni á hættu sem hefur aldrei gerst í Danmörku, þeir eru aldrei notað þetta leyfi sér til að vísa hlutunum til þjóðaratkvæðagreiðslu og að setja þessa ábyrgð á einn mann í staðan fyrir eins og í Danmörku þar sem eru annars vegar undirskriftalistar og hins vegar minni hluti, hann getur alltaf gert það. Við vitum ekkert hvað fólk verður í forsetaembætti í framtíðinni sem getur tekið upp Stjórnlagaráð fór yfir þetta og þau kusu að hafa hvort tveggja. Annars vegar það að 10% kosninga bara manna eins og heitir, gætu krafist þjóðaratkvæðagreiðslu lög og svo hins vegar héldu þau þessu forseta. Þegar þau ræddu við þjóðina eða tölum við fólk og það sama segja sko forseta frambjóðendurnir þegar þeir fara landið og að tala við fólk forsetaembætti þá hvernig orða það þá finnst þjóðinni vænt þetta embætti vill að forsetinn hafi þetta vald sem mjög áhugavert þetta er svona möguleiki á framtíðar einræði sem er tilhneiging í allri Evrópu En vitið hvað land er minnst spilt í heiminum? Hvað nýjast tölum? Nei. Vil ég giska? Það er Danmörk. Já, Danmörk mun að mælast sem minnst spilta land heimi, ég held að Svíþjóð sé, og ég held að Ísland sé bara einhvers með Buenos Aires eða eitthvað. Það fellur niður. Já, það bara fellur. Stundum að því að það hækkar, en stundum að því að aðrir hækka. Akkurat, þannig að það fellur langt niður. Þetta er svo komið í 17. sætið eitthvað. Eitthvað svoleiðis. Það er nú gott, með að það væri 20. eitthvað, þannig að það er búið að hækka. Forseti í stjórnarskrá, hann getur, ef hann dettur það í hug einn daginn, þá getur hann tekið umboðsmann Alþingis og gert hann að forstjóra Orkustofnunar. ÁTVR. Það er mjög áhugavert hvað er lítil umræða einhvern veginn sko, að það sé enginn að mæla með þessu núna að leggja þetta embætti niður því að sjálfstæðismenn lögðu fram frumvörp þess efnis fyrir þó nokkrum ára síðan og ég held að ungir sjálfstæðismenn hafi talað þetta sínum tíma að bara forseti þingsins ætti að sinna þessum verkum og þá væri bara utanríkisstefnan skýr og einhvern veginn valda strúktúrin allur. En ég held að sjá þú varst að nefna Viktor hérna og við erum að tala skoðanakannanir líka að sko Katrín er náttúrulega ein þarna í einhverju varnarbaráttu. Ég held að þau komi öll út sem sigurvegarar að mörgu leyti nema Katrín ef hún tapar þessu. Já, akkurat. Og ég held að það var hlegið að Höllu Tómas í upphafi sko þegar hún var að mælast í 7% og er búin að sækja svona ótrúlega fram og halda hund líka og ég held að allt þetta fólk hafi stækkað við þetta Mér fannst reyndar mjög gaman að horfa á viðtal þitt við Ástór Magnússon ég ætti með að ekki gæti öll þessi ár ég hef bara aldrei séð almennilegt viðtal við hann og aldrei verið talað við hann. Það hefur verið gert grín að Ástóri Magnússoni og við erum svolítið svona eineltisþjóð og við eigum það til að taka þá sem að einhvern veginn svona skera svo úr og bara hugskriðir og senda á móti straumnum og við tökum það svolítið fyrir. Það er bara ef maður færi aldrei hljómgrunn og engin hlustur á mann þá byrja maður náttúrulega á háa senu. Þetta er svona, það geti ímyndað einhver segjum bara öryrki í hátuninu hringir inn í útvarpssögu og er bara á háa senu strax. Ástæðan náttúrulega svo að það hefur aldrei nokkuð með að hlusta á hana mann. Og þess vegna er hann svona æstur. Og það að sömuleyti hefur Ástór verið í þessum sko ham. Því að hann fær aldrei sko, það er aldrei spurt hans erindi. Það er alltaf einhvern veginn verið Þú dróst hann fram mann sem ég hef aldrei séð og hefur verið í forsetaframboði. Nei, hann er bara svona. Ég ger ekki neitt. Ég ger ekki neitt. Jú, tók virkilega gott viðtal og þú átt þakkir fyrir það. Mér finnst þessi stemming sem er oft í fjölmiðlum að þú veist að það kemur eitthvað fram og er að bjóða sig fram til forseta og hann er með eitthvað erindi og á hverju veröldinu vilja ekki hlusta á það.
Akkur erum við endilega verið að hlusta og býtu hvað með þarna varst þú í Buenos Aires að skrifa undir eitthvað samning eða er það rétt að þessi hafi, ég næ ekki alveg þessari stemmingu sko. Og eitt sem hann er með. Þú að vilja upp á dekk, hvað þykistu vera Vestrit að vera að bjóða hérna fram til forseta? Já, ég bara er almennur borgari og er hann áhorfandi en ég vil langa að segja Ástór er sá sem að heillaði mig að því leitin til. Þar kemur svíinn í mér að hann tala mjög vel frambjóðendur og kemur fram með ákveðna kosti og ég sakna þess mjög mikið að kannski gerist einn daginn að verði til einhvers konar hópastarf alvörinni þar sem það eru sumir eru bara sterkir pennar, sumir eru sterkir að tala, sumir eru sterkir í marketing, að við skiljum það, að við séum ólík og nýtum mismunandi kraft og kosti. Það er enginn einn sem er að fara að gera og mér fannst hann tala svolítið flott með það, sko, hann tala svona þessi yfir þessa kosti, þessi yfir þessa kosti. Það sem og ég hef haft gaman að horfa á þetta svolítið þannig, en það sem ég veit að skipti máli því að ef við útskýrum þetta fyrir krökkum, staðreyndir málsins eru þær að við erum með þannig land sem aðeins kaldara heldur en önnur lönd, við erum aðeins meira vatn en önnur lönd, við erum ódýrara rafmagn og fleiri sundlegar og meira heita vatn. Mikið myrkri og mikið af sól. En við langaði að taka inn Engana og Samherja og við alls konar. Já, það búið að tala mikið það, en við langaði að nefna eitt sem má koma inn hérna, því að nú er þetta það sem við erum að fræðast, er að það er ákveðin flokkur sem ég lít mikið upp til, það er jarðfræðingar og verkfræðingar, verkfræðingar svona nördar sem myndi aldrei koma í svona þátt að tjá sig. Og ég hef til dæmis heyrði frá einum sem verkfræðingur, það segir 1980 búið reikna út að flestar byggingar á vegu Reykjavíkurborgar myndum fara í myglu. Ok, það var farið með þetta, þú veist. Og svona hluti finnst mér alveg rosalega magna, þeir sem að kunna að reikna út hlutina áður en þeir gerast. Og það er sem kunna svona vara við hlutunum. Og svo er þetta voru sem sagt verkfræðingar og svo til dæmis og jarðfræðingar. Þeir kenna stundum í skóla og segja, já, þarna eru flekarskil, þannig kannski eftir 30 ár þá koma kannski einhverja jarðfræðingar eða jafnvel eldgos. Þetta finnst mér vera... Þannig að ekki byggja á þessari sprungu hennar. Þannig eru sprungur, þannig eru flekarskil. Ég held að ekki byggja á þessari sprungu. Þetta eru þeim sem ég lít mjög mikið upp til og hef rosalega gaman að því að hlusta á. Þessi sem eru bara í einhverjum svona veraldlegum fræðum að reyna að kenna okkur eitthvað og segja okkur eitthvað og þannig að ég hef verið að horfa á þessar kosningar út frá þessu þó ég hef mjög gaman af þeim öllum og þetta er búið rosalega áhugavert og skemmtilegt að fylgjast með. Já, í rauninni, þó maður hafi stundum fengið leið á þessu. En ég held að... Það er ekki verkfræðingur í boði. Nei, það sem ég er að segja er að þessir hópar og bæti inn í kannski líka bara geðhjúkrunarfræðingar, stórkostlegt fólk, er að höfum við hlustað á þetta fólk. Þetta er bara mesta dýftin og mestu fræðin sem þetta eru þeir sem sitja mest í mér, þeir sem eru að koma með til dæmis eins og jarðfræðingar, bara góðir jarðfræðingar, búin að útskýra þetta og þetta. Já, ég hef svolítið tala heilbrigðiskerfi, þá ég talað við allar heilbrigðisstéttirnar og sjúklinga. Akkurat. Það sömuleyti vegna þess að við erum ofta að hlusta á í svona einhverjum kastljósum og svona, vera að tala heilbrigðiskerfið. En þá var það yfirleitt einhver svona pólitíkusar eða einhverjir svona stjórnun eða sem með einhverjum stjórnunarkenningar að það finnst með að vera svona dæmi svona algjörða skekkju í umræðinni. Af því að, og með maður, ég veit ekki hvað, allir hafa eitthvað reynslu á heilbrigðiskerfinu og ekki góða, fyrir en að maður sleppur inn og liggur einhvers staðar inn á spítala. Akkurat, og þá kynnistu alvöru innri kjarna. Þá sjáum við þetta á Facebook, að þá fá ekki svona færsla á Facebook, þar sem að fólk bara grætur og þakklæti að vera komin í hendurnar á góðu fólki sem hefur valið sér umönnunarstörf og að sinna sjúkum og fólk lifir eins og það sé bara inn í einhverju sælu ríki sem einhverju veginn og þá veldur maður fyrir sér af hverju er heilbrigðiskerfið ekki byggt út frá vonum og væntingu þessa hóps sem er þarna við sjúkrabeðið. Af hverju erum við alltaf að tjasla saman heilbrigðiskerfi út frá hugmyndum einhverja millistjórnenda í fjármálaráðuneytinu? Mér finnst það mjög áherslu nefnir með sérfræðingana. Ég held að það sé svona ákveði sérfræðinga óþol oft og ég held að við sjáum þetta einhverju þetta speglast í Jóni Gnarr núna sem á sínum tíma þegar hann er í framboði til borgarstjóra. Þá er hann svona nánast að tala fyrir einhverju róttakri teknokrasi, hann nefnir það, hann verður bara einhver bæjarfógiti, stemmingsmaður og það séu lögfræðingar og viðskiptafræðingar sem vinna í borginni, þeir bara sinna því verki sem þeir eiga að sinna og ég verð skemmtilegur á meðan.
Já, það veist ekki vera sko kannski bara valdinn ekki að dreifa hjá forsetanum, en ég held að þetta sé líka bara svolítið þróun að það svona minni hrifning af sérfræðingum og sérstaklega embættismönnum sko. Við þurfum ekki ráðherra sko. Einmitt vegna þess að við höfum óbúslega hæft fólk í ráðuneytunum. Við getum verið með fólkinn á þingi sem, þú veist, og svo getum við verið með, við þurfum ekki þetta ráðherraræði sko. Eins og eftir að 2 flokka kerfið á Spáni hrundi og þá kom miklu fleiri flokkar, þá er alltaf að koma stjórnarkrísur og þá er engin ríkisstjórn í landinu í 7, 8, 9, 12 mánuði. Ég held að belgar að fara yfir 17 mánuðum daginn. Já, belgar fyrir einhverjum árum. Fóru hæst, já. Og það sem enginn þessi tímabili þegar það er engin ríkisstjórn, efnahagurinn fer heldur batnandi og þetta er svona aðeins. Mér finnst undarlegt með Jón Gnarr þegar hann búinn að segja núna í 2 kappræðum þar sem að við eigum með gott þing, að forsetinn á að geta að vera eitthvað svona hemill á þingi, við erum með gott þing, við erum að vinna þingi. Þetta er sammála því? Já. Hver vill vera einhver öryggisventil? Bjóðið bara fram til að fara í jarðarfarir hjá fólki sem hún þekkir ekki. En finnst þið íslenska þingi gott þing? Sem að kemur með góða og gæti vel almannahagsmuna? Það væri betra ef minnihlutinn, og það væri málefnalegra og það væri sterkara ef minnihlutinn hefði synjunarvaldið til að vísa til þjóðaratkvæðagreiðslu sem forsetinn hefur núna og engin trygginga fyrir að við fáum eina mannesku í sem getur valdið því. Eigum við þá ekki bara að leggja niður þetta embætti? Er það ekki bara kannski... Það fór ekki mikið fyrir þeirri umræðu núna. Ég veit ekki, ég held að það hefur verið meira bara 2016 og 12 og 96. Ég hef aldrei haft neina gríðarlega skoðun á forsetakosningum, ekki svona eins og núna, en það er að því að ég bara einhvern veginn persónulega bara ég vil kannski allra síst sjá Katrínu sem forseti. Ég ætla að enda hérna að spyrja ykkur sko spurningunum sem að sumir eru búin að svara, sem er hérna hvernig fara kosningarnar? Ég veit það ekki. Þær fara bara vonandi vel. Estrid, þú sérð lengra en ef þitt nær. Hvernig fara kosningarnar? Ég sé smá Gretu Thunberg í Höllurhund. Ég sé smá framtíð henni. Heldurðu að þú vilt að hún veri forseti, en hver heldur að vera forseti? Sko, mér getur vel verið að verði Katrín. Ég vil það ekkert endilega. Jú, ég vil það. En mér langar bara að skjóta að svona áður en við endum, þú veist. Ég myndi gjarnan bara vilja að ef við fengjum eitthvað til að sjá Excel-skjal og sjá í hvað peningandi fara og af hverju fara ekki peningar í miklaða leikskóla en hvert fara þeir í pundustrá eða þú veist hvert fara eða einhver boð, þú veist, og ég var til í að sá sem væri mest til að dreifa peningunum á rétta staði, það yrði forsetinn, en ég held að við fáum ekki að sjá þurftum góðan starffræðing í það. Það er það sem ég dreymir persónulega, en ég er að horfa á þetta svona, það er svolítið svona Lína Langsokks Thunberg í mér, þannig að ég er þarna. Ertu með eitthvað svona útreikninga það hvernig kosningar það fara þetta? Já, ég sko, þú veist, er alveg búin að skoða, þú veist, hverjir geta valdið þessu, það eru sumir sem geta valdið þessu og sumir ekki. Ég var búin að segja mitt við Ásdís Rán, hún myndi alveg höndla þetta, en þetta er ekkit hennar svæði. Hún er viðskipt að séði, bara greinilegt. Já, hún er alveg, sko, bara hefur allan kraftin í þetta, en það er ekki. Ég segi það, okkur ekki. Og hún myndi hlusta á miklu fjölbreyttari hópa af fólki heldur margir aðrir í þessu hér og kannski fulltrúahóp sem að hefur ekkert verið að hafa sig endilega mikið í fram. Algjörlega, þannig að það er alveg. Á öðrum sviði. Einmitt á þessu sviði. Og eina sem bara með Höllurhund, þú veist að hún bara með tímanum þroskast og vinna kannski fara í svona raddþjálfun og svona eitthvað svoleiðis, en það er það sem þau eru að trufla fólk. Ég vil ekki fórsetast með hvað er að röddin hennar? Er hún að háa, hún að tala svolítið dumrandi? Nei, hún er ennþá bara ung. Já, hún er mjög það er alltaf verið að segja konum að einmitt, nú tala Guðni ekkert voðalega hátt heldur. Margrét Thatcher lék sér að því að breyta röddinni og talaði dýpra og hún þetta var kennt einmitt, ég man eftir því á einni fréttastofunni það sem að konum er kennt að tala svona og að því að það er svo óþægilegt fyrir hlustendur að heyra svona háa raddir. Já, það er bara góður ritstjóri sem að tók konunnar í þjálfun, sko. Þá er það því við þolum ekki konar. Mér finnst það einmitt einn af kostum
hellið. Eru bara ekki vön því að hafa konur í útvarpi? Raddbeitingin, hún það er svo eitthvað bara ekkert professional við það sem Nei, bara, hún er mjög stælalaus, hún er mjög einlæg. En ég sakna þess, og bara svona, mér finnst svolítið leiðilegt með lokakafbræðirnar og það sem er í kvöld. Ég sé svolítið, þú veist, mér þykir umurlegt að þar fá ekki allir að taka þá. Þau fá það bara í sikkur í deildinni. Þau fá í sikkur í deildinni. Ég held að seinni þátturinn sem er með lúsirónum verði frábær. Já, ég held að það er eitt af því sem er sérstaklega því þessari kosningabaráttu og ég held að sé Steinunn Ólína sem hefur einhvern veginn breyst í svona gæsamömmu, safnaði mönnum saman, haldið partí og æðislegt að fylgjast með þeim Ásdísi og Steinunni, þau voru á ferðum landi og ég sverða, ef ég geti kosið þau þrjú saman, eða bara við getum fengið þau til að gera raunveruleika sjónvarp eða eitthvað svona, þá myndi ég alveg svona tjúna inn. Fyrri þátturinn verði bara endurtekni í efni á þáttum eins og þessi í gær, þá voru þessi þáttir, þetta er bara orðið og leiðilegt. Ég kann spurningarnar utanaf, ég kann svörin utanaf. Ég held að þekkjum þetta fólk áskaplega vel á þessum tímum og ég held að við séum, ég held að það veltir samt mikið á þessum þætti í kvöld, við þekkjum þetta fólk að velti á framkomu, ásýnd og ég held að fleig orð gæti komið fólki mjög langt að einhver fleig orð og fleira svona og setningar og bara hvernig fólk kemur fram. Ég held að það svolítið Mér finnst þetta að fá áhrif frá frambjóðendum eins og til dæmis Ástþór talar friðarmálum og spyrja þá alla, hvað stendur þú í friðarmálum og með hann, Viktor, þú veist, hvað stendur þú með breytingu á stjórnarskráni og að nota það sem, og Steinunn Ólína er að gagnrýna það að valdi sé bara að fara nokkra. Hvað finnst þér það? Mér finnst þau eiga að nota það sem efni við. Það er betra sjónvarp. Það er betra sjónvarp vegna þess að þetta fólk er að koma inn með stórkostlega hluti, mjög ólíka og ég bara vona innilega að verði bara meira. Það detti ekki bara niður eins og að Eurovision sé búið, þetta er búið. Þetta er alveg svolítið eins og Eurovision talning. Já, þetta er náttúrulega mjög spennandi en það sem hefur gerst er það að maður hefur heyrt svo margar raddir og það er það sem er gott við þetta. Steinunn hefur orðið svona málfrelsismanneskjan. Hún hefur vaxið í kosningabaráttunni. Alveg rosalega. Alveg dásamlegt. Hún hefur málfrelsi en þeir sem hafa alveg séns hafa það ekki. Það er verið að segja að hefur Baldur vaxið í kosningabaráttunni? Það er svolítið lítið fyrir Baldri. Hann kom inn með svakalegu kvelli og maður sá hvernig fyrir sig bara, ok, þetta er næsti forsetinn, það fer bara þannig. Svo hefur hann bara svona einhvern veginn koðnað niður og heyrist þú að lítið í honum. Að mínum mati allavega, ég hef tekið lítið eftir honum. Maður hefur séð óbúslega óþægilega hammahattisorðræðu í kringum hann, Hann bara líka því núna í Gaffræðinum, var það ekki gæra að hann væri annað val mjög margra og kannski reynir að stilla sér þannig upp sem val 2 eða einhver anstæði við Katrínu, ég veit það ekki en Halla Tómas virðist vera þar núna. Halla Tómasar og Baldur eru þau sem eru svona óumdeildust og njóta mestra velvildar. Er ekki Hallar Jón er náttúrulega með einhvern hópa á móti sér og líka náttúrulega Katrín. En svo sá ég það því ég var fjallamyndi gær að þá er ég að skoða svona greiningu eftir flokkum og þá kemur í ljós að Baldur nær ekki neinu flugi hjá miðflokknum og sjálfstæðisflokknum. Og það held ég að sé bara í þessum flokkum, í kjósendur þessar flokks, eru bara stækir hommahatarar og fólk sem er á móti innflytjendum og er bara á móti svona mannúðlegu samfélagi. Ég held að sé bara þannig. Því og það var alltaf fyrir sér, líklega getur hann ekki orðið forseti. Það sem hann nær bara ekki inn í þennan svona 30% hóp þjóðarinnar sem er bara þarna í lífinu einhvern veginn. Þannig við erum bara ekki komið lengra en þetta. Ég hef samanlega bara svolítið í það að hafa mig verið forseti Íslands. Það er bara ekki komið. Og það er umulig starrið. Já. Það er alveg umulegt. Já. En talandi það að ég er að reikna aðeins með að sjá 0,2, þetta er svona lítið og 0,1. Það eru 84,3% í þessari könnun sem að vilja kjósa konu eða samkynhneigðan karl sem forseta. Þannig að kynhneigðu karlarnir sem öllu hafa stjórnað hér hingað til,
þeir eru bara með 15,7% fylgi. Það er nú svo komið fyrir. Já, það eru ofsóttur minnihluta hópur. Þetta er mjög áhugavert svona í ljósi þess að nú hafa fylgismenn Katrínar talað mikið kvenhatur í varðandi hennar framboð og gagnrýni á hennar framboð að það sé tilkomið vegna kvenhaturs. Það var pistill á Jón Ólafsson. Já, og fleiri. Það eru einhverju akademikar sem háskólafólk sem skrifar pistla og einhver var með pistil í lestinni og Berglind Rós. Já, Berglind Rós mitt nákvæmlega þetta að öll gagnrýni og mér gremst þetta mjög mikið sem bara miklum feminista og bara þáttakandi í samfélaginu og konu að taka eitthvað svona eins og jafnréttarkynina og einhvern veginn svona snúaði vopnvæða það í kosningum með þessum hætti finnst mér eiginlega bara alveg umurlega glatað og lélegt. En það rísu þar upp Sólveig Tómasdóttir og móðir hennar Guðrún Jónsdóttir. Já. Og húðstríktu þetta fólk. Já, þetta, og einmitt, þú veist, og þetta einmitt að því við vorum að tala hvítan feminisma og að hvítir feministar hafi verið skammaðir svolítið af í Bandaríkjunum, brúnum og svörtum feministum og kannski skólaðir svolítið til í að því að okkur hvítu konunum hefur hætt til að horfa svolítið svona einstrengingslega á jafnrétti kynjanna út frá okkar eigin húðlit og forréttindum og svolítið sett brúnur og svörtu konur til hliðar. Það er náttúrulega svolítið aðra aðstæður hér en í Bandaríkjunum. Við erum ekki með svart fólk sem afkomendur þræla sem við tókum. Við erum öll afkomendur þræla frá Írlandi eða eitthvað slíkt, þannig að þetta er svona, það er svolítið erfitt að... Það er nú misjað ef við tækjum nú bara vinnuhjúa hér, margar ættir listabandið margar ættir hér eru koma þaðan og eru ekki búin að ná undir sig efnaslegum þrótti ennþá þótt að sem kannski 2 og 3 kynslóðir síðan eru aðrir sem eru miklu minna það í þeirra ættum eru komnir af embættismönnum og auðfólki og eitthvað fleira þannig ég held að sé bara að vera ágætt fyrir okkur að bara fara að horfa aðeins læra af Bandaríkjamönnum og horfa aðeins á þetta hvernig fátækt og valdaleysi og ríkidæmi og sess í samfélaginu erfist kynslóð fram að kynslóð og hætta þessum við séum að komin af höfðingjum eða þrælum eftir því hvað eru búin að drekka mikið í glæsnu. Já, það er ekki jafn sýnilegt á okkur. Ég er ekki að segja alltaf því ég er bara að segja að við mættum kannski taka eitthvað upp að þessu. Já, maður stjætta umræða bara og koma. Ég held að það sé alltaf rosalega. En við erum komið langt og ég þarf að fara að slíta þessu þætti. Hann vill tegjast aðeins eins og kannski áhorfendur hafa byrjað átt að sjá það. Þetta átt að vera klukkutíma alltaf, þetta er byrjað að vera 7 korter yfirleitt. Mér heyrir svolítið að ef það var ekki kosið á morgun að þá væri við búin að fá svo mikla leið á þessum kosningum svona á þriðjudaginn að við myndum bara ekki mæta eins og ný. Það er þetta ekki alveg, þetta er búið að vera einhvern veginn svolítið svona þykk kosningabarátta yfir svolítið langan tíma og nú er þetta bara verið gott eða ekki. Það er ekki bara ánægð að vera að fara að kjósa morgun. Er það ekki líka bara út af því að þetta er búið svo einsleitar spurningar og einsleit umræða og þannig að þetta er svona... Það er ekki hægt að tegja það lengra. Nei, ég meina það... Við vitum að sem þurfum að vita svolítið. Já, við vitum það sem kannski þarf að... Nema hvert hlutverk forseta sé. En veitum við hvað þið ætla að kjósa það? Nei, ekki. Ég veit ekki eins og hvort ég ætla að kjósa. Ég ætla að skila auðu, ég sagðist alltaf að skila auðu hérna áðan eða mæti ekki eða kannski skiptið skoðan á morgun og þá er allt opið. Ég hef aldrei kosið forseta. Ég viðurkenni það hér. Hestrid, veistu hvað það að gera? Já, ég veit hvað það að gera. En þú? Ég er ekki alveg ákveðin. Hvað segir þau? Það er ákveðið bara í kjörkleganum? Já, ég meina kvöldið í kvöldið er líka áhrif á hvernig fólk stendst pressuna en ég held að Katrín Jakobsdóttir verði næstu forseti og Halla Tómas halda áfram að vinna þeim vettvangi sem hún vinnur á og halda hrund ráðherra innan okkur ára og alls ekkert gerst Framboð hjá Samfylkingunni eins og Baldur Þórhallsson og Jón Gnarr sem eru á talaðinni, já. Við talaði hérna við samfylkingafólk fyrir svona 10 dögum og þau voru eiginlega komin á það að þau myndu öll bjóða sig fram fyrir samfylkinguna. Já, ég veit já. Samfylkingin verður náttúrulega næsta ríkisstjórn, svolítið.
svona, lítur út fyrir ef allt fer sem horfir, Já. en lífið þannig að það fer aldrei allt eins og horfir. Þá verður embættisverk Katrínar að afhenda Samfylkingunni stjórnarmyndunar umboðið. Nei, það ekki alveg saman það. Það ekki Kristrún næsta Katrín og myndar ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Mér finnst þetta svona... Nú ég bara vitni við það því ég sitt hérna allan daginn. Já. Ég bara vitni, Hallgrímur Helgason sagði þetta hérna við borðið, að hann óttaðist það að Kristrún væri að verða næsta Katrín. Já, og hann þið vitið, hann eldheitur Samfylkingarmaður. Ég ekkert endilega ósamlega þessu, ekki það, þú veist að hérna, það já, hún var kannski ekki alveg eins, ég veit það ekki, þetta bara svo leiðilegt. Þetta svo leiðilegt tal. Ég hef aldrei verið í neinu stjórnmálaflokki og aldrei tekið þátt í neinu stjórnmálastarfi en það er þessi þversögn slæman alltaf aftur það eru sjálfstæðismenn sem trúa á framtak einstaklingsins og eru þar alvegandi alltaf sammála allt og samtaka, svo eru félagshyggju fólk sem vill að fólk starfi saman og er aldrei sammála neitt og hatast alltaf. Það eru peningarnir sem að sameina hægri mennina. Já, hvað sundar vinstrimönnunum þá? Það er bara því að það er að sameina hugmyndir og vonir og væntingar og það er bara erfiðara en það er ekki að samina fólk peninga, ég bara hækka launin. Já, þetta er svona, ef maður hugsa bara ferkantað og skynsamlega, já, þeir trúa á einstaklingsframtakið, af hverju... Þeir trúa ekki á einstaklingsframtakið, já, það þeir stýra samfélagið það sem er orðið sko bara örf á stór fyrirtæki sem að drottna yfir mörkuðum, það er engin samkeppni, það er ekkert einstaklingsframtakið, ungt fólk í dag, það dreymir ekki að stofna eitthvað fyrirtæki nema mestalega að stofna eitthvað svona tæknifyrirtæki sem eitthvað stórt fyrirtæki kaupir þetta 3 ár. Það er ekki sem að... Það er ekki hægt að rækta grænmeti á Íslandi. Þú getur ekki orðið sjómaður, þú getur ekki getið trillu, þú veist. Þú getur ekki getið fisk. Það er ekkert rúm fyrir einstaklingsframtakið í heimi Sjálfstæðisflokksins. Sorry Stína. Já, það er... Útlendingar geta sem koma sem ferðamenn og vilja kaupa fisk, það er bara mjög vandræðalegt að útskýra þetta fyrir þér. Bara nei, þú getur ekki farið að höfn og keypt ferskan fisk. Þú getur það í Færeyjum. Já, mjög fallegt í höfninni í Færeyjum. Hér getur ekki keypt ferskan fisk og það er bara mjög sorglegt. Já, það er ekki einu svona aðgengi að höfn á Reykjavíkursvæðinu. Og vitum ekki hvernig fiskur lítur út. Talandi Sjálfstæðisflokkinn, er það ekki merki svona hrun Sjálfstæðisflokksins að þeir hafi yfirleitt haft sko sinn frambjóðanda? Þeir hafðu náttúrulega Séra Bjarna og þeir hafðu Gunnar og svo hafðu þeir líklega Gunnlaug og jafnvel Pétur og Albert og þeir áttu sko alla nema Vigdísi 80 og þeir áttu sóttu Pétur Káir sem var svolítið neyða því að það var aldrei að bíða eftir því að Davíð færi fram. Það er svona eyðilögðu svona möguleikana þar. Núna er frambjóðandi þeirra sko fyrrverandi formaður kommunista, Katrín Jakobsdóttir og þeir hafa engan svona skýran frambjóðanda. Þeir geta ekki svo stilt upp liði. Það er nú fullt af vinstrimönnum sem alltaf kjósa Katrínu líka, sko. Já, en það er svona, Moggin er augljóslega styður hana. Já. Hannes Hólmsteinn alltaf kjósa hana. Það er svona, já, það er svona kiss of death. Nei, Myndir þú þykja stuðning Hannesar? Ég myndi ekki hampa honum, ég myndi stein halda kjafti og svara engur. Hann að skrifa svona fremst á titilblað bókarinnar þinnar til minns kæra vinar Hannesar. Takk fyrir stuðningin. Takk fyrir stuðningin. Já, ég meina Hallgrímur Helgason gerði það nú á sínum tíma. Þetta er gott hjá okkur, nú er framundan æsispennandi kappræður í sjónvarpinu og svo er kjördagur og kosningabaráttunni er lokið. Ég þakka ykkur kærlega fyrir, María Lilja og Hermann og Estrid og Ingvar Þór, kærlega þykir. Og hlustundu þakka ég fyrir að staldra hérna við, þetta er eiginlega svona lokin hjá okkur á Rauðaborðinu í svona umfjöllunum fyrir kosningarnar. Hérna í fyrramálið verður helgispjall og þá ætla ég að ræða við Þóri Baldursson hans ævi og tónlist, eitthvað allt annað en pólitík. En við munum svo gera upp kosningarnar í þættinum Sýnir Egils sem verður í hádeginu á sunnudaginn. Þá útsetting byrjar kl. 12:40. Þá reikna ég með að hinga komi alls konar fólk sem reynir að útskýra hvað gerðist í gær þá, á morgun í dag.
En eins og vanalega þá minni ég ykkur kæru hlustendur á að það eru þið sem að byggjið upp dreifikerfi samstöðunar, það byggist upp á afspurn. Ef að það er eitthvað efni sem ykkur líkar hér þá getið þið látið vini og vandamenn vita af því og þau kíkja á það. Þið getið sagt frá því að við erum á Facebook og á YouTube og við erum öllum hlaðvarpssveitum. Við erum í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útvarpssendingar líka á spilaran.is á netinu, svo spilaran líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslensk útastöðarreitar, hvað sem í heiminum, það sem net. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanu, við erum með 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða upp á efni frá samstöðunni, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræðu, þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Þið sem að viljið leggja okkur lið getið gert áskrifendur, það kostar 2.500 krónur og þið gerir ekki mikið fyrir það efni sem við búum til hérna. Þið megið borga meira ef þið viljið og þið sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Til þess að skrá ykkur þá farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þetta er sem sagt sjónvarpsstöð og fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. Og þið getið slegist í hópinn með því að gerast áskrifendur, fengið allt efnið okkar og eignast fjölmiðil í félagi með öðrum í þokkabót. En takk fyrir í dag og góða helgi.